Já, verið í heil og sæl og velkomin og allir pakkin. Langt síðan seinast. Heldur betur. Það er vika. Já. Og við erum hérna miðvikudegi, aldrei svo vant. Aldrei svo vant. En við erum að fara að syngja og tralla í kvöld og gesturinn. Hann er ekki verið endanum. Nei, þetta bara stækkar og stækkar, þessi snjóbolti. Já. Talandi snjóboltan, Coolbet eru að vinna með snjóboltan. Ég datt út í gær. Sigra á mánudeginum. Hvar dast út? Hvað var það sem var að klika? Herri, ég lendi hérna nú man ég alveg stöðulegur með hverju ég lendi hérna á mánudeginum og síðan var ég bara á einhver rugl á þriðjudeginum. Ég ætlaði bara Það er alltaf ekki mikið til að veðja, eða kannski þessi landsleikir, ég veit ekki hvað er. Jú, hellingur á morgun eða tekki á því. Ég er búinn að taka Gróttuna þar og eitthvað annað, svona aðeins til að gefa ykkur smá insight en hérna ég get alveg sagt ykkur það að Grótta og Fjölnir eru alltaf að fara að vinna leikinn sinna á morgun. Ok, free cash. Já, þannig að menn vilja breyta $1 í 2 og hvetja ykkur til þess að tjekka á Coolbet. Búin að styrta það loka síðan frá bara upphafi. Rétt. Ég sá þið vera að kemsenda pizza á hann. Ég var að kemsta pizza frá Dominos. Já, Dominos, búin að vera með okkur einnig frá degi 1. Þvílíkir höfðingar heima að segja. Heldur betur. Ég japplaði pizzuna, sko. Já, hún verður bara betur og betur hverju vikunni, sko. Þunnbotna með kantóli. Ekkert eðlilega gott. Ekkert eðlilega gott. Svo erum við með, herra heldur betur tíðindi. Það er heldur betur tíðindi í kvartfjölskyldinni. Við erum komið með 2 nýja styrktaraðila. 2 nýja styrktaraðila og fleiri á leiðinni. Já, það eru fleiri átni heldur. En við erum með myndgöfum í dag. Fyrirtæki sem okkur hefur langað að starfa með og við erum ekkert að velja okkur styrktaraðila, eða sem sagt, við erum alveg að velja okkur styrktaraðila. Heldur betur. Það er ekkert hver sem er sem kemst í gegnum CAT-síðuna. Nei. Þetta er langt ferli sem fer í gang og Já, það er bara, sko, síminn stoppar ekki, fjölskyldur eru aðkasti, það er allir að banka dyrnar en Því miður þá erum við bara með x mörg auglýsingapláss. Já, það er bara svoleiðis. Og við erum með, eins og við segjum, myndgöfum í kvöld sem eru miðlari fyrir rafmyntir. Eða bara Bitcoin. Eða Bitcoin. Já. Ég á einmitt hellinga Bitcoin. Já, ok, hellinga, það er algjör bullin, ég á eitthvað smá í Bitcoin. Já. Hjá þeim og þeir eru bara með topp þjónustu. Kannski koma aðeins inn á gengi Bitcoin, það voru mikið að frétta í þeim heimi upp síðkasti. Já, kannski hægt að nefna það líka að sá sem vinnur gest kvöldsins, sá sem er fyrstur að vinna gest kvöldsins fær 50 € gjafabréf frá myndgöf. Vá, rísa. Sko, fyrsti díllinn var sá að allir sem myndi vinna gest kvöldsins myndi fá 50 €. Já. En þeir voru hræddir að þau eru bara gjaldþrota þá. Já. Það er kallt það maður. Gestur okkar risti bara Nei, og hver er hinn styrktaraðili sem við erum með? Nýja. Riki, hvernig er að vera ekki mættur í þáttur og pillin eru byrjar? Shit! Já, svo erum við með AHA. Þeir eru bara að gera lífið svo þægilegt. Þú að breyta leiknum? Þetta er bara leikbreytir. Algjör. Og líka bara gaman að sjá að vaxa orðinu á svona stóra flóti fyrirtæki. Já. Þeir eru út allt og síðan var COVID en alltaf bara fólk fattaði hvað þetta er mikil snilld að fá heimsendingu. Algjörlega, skilur. Og þeir eru að svara kallinu. Já. Já, þvílíkir kóngar sem AHA eru. En Eru okkur eitthvað vanbúnaði? Nei, við erum með gest í kvöld. Svo, þú vildi velja intro-lagið. Viltu leyfa þér að gera það? Já. Nú snýfum við bara til hliðar. Hvað heitir það? Ghostbusters bara. Já, það, ok, já. Ég held hann var bara að biðja manna. Ég ætla að fá það í gang. Þetta var smá spoiler alert þetta, en Leifur, kynntu gestinn. Já. Gestur kvöldsins er engin annar en Rikki G. Sjónvarpsmaður, útvarpsmaður, skemmtikraftur, lýsandi og margt fleira. Vertu velkomin. Takk fyrir það, Rikki. Takk hérlega. Gaman að sjá okkur maður. Sömuleiðis. Þetta er þetta heimilislegt maður. Shit maður. Ég var alltaf reyns í gangi sem við Mér grunaði þetta svo sem, þannig ég er búinn að missa hökun í gólfi einu sinni í þessari viku, ég ætla ekki að gera eftir. Já, veistla. Herru, stefnir í þátt í kvöld. Já, heldur betur maður. Gaman að vera hérna. Já, þú brunaði bara beint á leik, þú varst að lýsa. Já. Hverju varst að lýsa? Herru, það var England-Austurríki. Það var nú eru þjóðurnar byrjar að hita upp fyrir EM. EM sem byrjar 11. júní, sjálfsög í beinni á Stöð 2 Sport, að gera ná sér í áskrift. Já, það var bara vinnáttuleikur, Englendingar unnu 1-0, ekki merkilegt. Nei. En
kannski eina leiðilega að Trent Alexander-Arnold virtist hafa meiðst. Nei. Mögulega að fara að missa af. En var hann ekki off í hópnum hvað sem er? Maður búin að heyra Nei. Hann fyrir komin sem miðjumaður. Komin inn. Ok, búið staðfesta? Hann var búið staðfestaði fyrir, já, hann var komin í EM-hópinn. Jesus Þannig að ef hann er að fara að meiðast og vera frá, það getur að skellur. Hvernig leit út? Ekki vel. Virðist hafa fengið eitthvað framan á lærið. Það svona, sem gamall bumbuboltaspilari, það ekki gott. Og svo spyr maður sig alltaf eins og fyrir hvert einn stórmót geta það tekið hann stóra, einlendingarnir. Segja heim. Það væri helviti gaman að heyra football's coming home, sko. Alveg sammála því, sko. Það rosalega gaman að englendingar myndi vinna, en ég sé það ekki í fljótu bragði. Ekki eins og sko. Nei. En hvað svona team to beat? Þú veist, ef belgar klára þetta ekki núna, það svona, þú veist, nú eru þeir svona að vera komnir á þennan svokallaða aldur, þessir gullaldarleikmenn þeirra. Það með ef það einhvern tímann tækifæri fyrir belgana til þess að vinna stórmót, þá þurfa að gera það núna. Þannig ég ætla að segja að belgarnir séu líklegastir, ég ætla líka að segja að frakkarnir séu heldur líklegir. Ég myndi segja að þeir verður kannski svona team to beat. Þeir eru bara... Þeir eru stórkostlir. Já. Ég ætla að segja að þetta verði Belgía-Frakkland. Portugal er líka komið upp með efnilega kynslu. Já, það frakkar með besta leikmann í heimi, N'Golo Kanté. Já. Þú ert svo sem er þetta kringu þig, sko. Já, þeir eru hátt upp eftir síðustu helgi. Ég var hátt upp síðustu helgi en var helviti hratt fallið og hátt fallið maður. En Rikki, skákmaðurinn Ríkharð Óskar Gunnarsson. Já, hann enginn. Hann bara ekki til. Kom maður sinna það. Já. Fyndna við það, ég man þegar ég var í 5. bekk og við fengum að velja okkur, þá var ég í Öldursalsskóla í þessi 2 ár sem ég fór þangað upp í Seljakoti og fór í Öldursalsskóla, annars alltaf Árbæðarskóla, Tíma Árbær. Já, Tíma Árbær. Þá fengum við að velja semst tómstund. Já. Nema, ég var eiginlega það bil svona að velja skák. Ok. Nema, þá var eitt sem var með mér í bekknum, hún langaði svo í borðtennis. Þannig að hann svona eiginlega sjanghæði mig í að velja borðtennis með sér. Mér langaði bara að fara í eitthvað kósí, sko, eitthvað skáka eitthvað svona. Nema ég valdi borðtennis og ég hef aldrei sest fyrir hann taflborð eftir það. What? Ekki, ég horft á menn tefla en ég hef aldrei neinu nær. Ég hef aldrei telt á ævinu, ég ekki einu svona að grína, sko. Getum við fengið e-mail í honum svo að Katminn geti fyllt póstólu í honum, eða? Shit. En sko, mér finnst samt, ég ætla samt að segja, það har alltaf verið talað sko, skákmenn hitt og þetta, eitthvað nörda. Mér finnst ótrúlega mikill sjarmi við því að kunna tefla. Já, ég látt. Og gæja sem kunna skák, þú veist, ég öfunda á pínleiti. Já. Ég er bara hjartalega samanlæg. Þetta þarna... en hins vegar náttúrulega þannig að það einhver ástæður öllum stereotypum og ef þið labbið inn á skákmót, kæra áhorfendur, þá já, þetta nú ekki kannski mikið fyrir auga svona flestir þarna en svo koma kullmálar eins og ég og Leifur þarna inn á milli. Þú ert náttúrulega fálega, sko, þeir eru eiginlega báðir vel yfir meðalagi hugulegir, sko. Já, en það er bara því að veist að við skákarar, sko. Já. Það var alltaf talað skákmenn sem eitthvað svona, þú veist, en Jónett Árnason var alltaf helviti hugulegur, eða ekki? Já, þeir eru Magnús Carlsen finnst mér bara eitt svo hugulegasti, Hann er mikill töffari, sko. Já, hann er töffari, sko. Hann er einn af þeim fáu sem ég þekki erlendum. Ég veit hver Kasparov er, ég veit hver Karpov er, ég veit náttúrulega hver Fischer er og ég veit normannin Magnús Carlsen. Hver er svona uppáhaldsskákmaður? Af þessum erlendu? Það verður að vera Fischerinn, sko. Já. Það verður að vera Fischerinn, sko. Ég hef ekkert svo sem hrifin af hans stíl, ég bara hrifin af típunni þegar hann kom inn til land, sko, bara eins og hann hafi verið með Tom Hanks á Kastavíinu eða mætti hérna, sko. En fílaði típuna, skemmtileg típa. En eins og við nefndum áðan, þá er Ríkharð hérna til þess að tefla við ykkur kæra áhorfendur og við tökum við... Það er ekkert grín en þá þetta, ég er að fara að tefla í alvörunni. Þú ert í alvörunni að fara að tefla, sko. Nú er ég að horfa á þetta og... Þú er að upp fyrir þig. Já, ok, reynum við það. Sko, ok, ef við tökum sem dæmi... Ok, ef við fáum bara aðeins hérna til að hita Richard aðeins upp hérna. Sko, höfum bara hana... Ok, tökum bara hérna. 10. Já, það er wow, slökum á, það er hrannast inn hérna, sko. Við tökum aftur í tali sem afsaki. Fólki í landinu hefur talað. En, sko, þannig mál með vexti, og ég kom ekki inn á áðan, að við erum að gefa 50 € annars vegar frá myntkaupum. Já. Og dagskrárliðin verður kynntur síðar, en svo erum við líka að gefa 50 € frá Coolbet. Ertu að segja að einhver vinnur Richard, þá fær hann 100 €? Nei, ég er ekki að segja það. Það er nokkuð besta tíma. Ég er að segja að þú vinnur Richard, það færði 50 € frá Coolbet. En myntkaupaafvinningurinn kemur síðar. Heyrðu, þú ert að gera Richard? Það með ég að gera? Já, leiktu bara einhverju peði þarna. Bara hérna? Já, flott. Já, glæsilegt.
Shit, sko. Fyrsti leikur kvöldsins kominn. Hann á tefla móti, ég veit ekkert hvað þetta er, Jonni, Nonni, já. Það byrja vel. Þetta er algjör list. Enski leikurinn Nei, það? hann leik svo C3 og svo C4. Já. En veitu, okkur má hann setja hann að rassus út hérna? Já. Hvað, er þetta biskupið? Nei, þetta er riddarinn. Við hefum kannski hægt að fara yfir reglurnar fyrirfram. Nei, we learn as we play. En veitu, hann var bara búinn að setja eitt bið, hann hlýti ég með að setja út einhvern meistara hérna fyrir aftan. Já, settu meistara. Gengur út að koma meisturum hratt út. Ég er alltaf að fara að taka þetta safe. Já, öruggur. Safe play, safe hands. Sko, það er hrikalega gaman, sko, hvað ætla maður lengi að læra skák svona til þess að vera svona, þú veist, ekki en imbecile? Eftir svona að tala um mellufær, kannski? Já, ég vildi ekki segja þetta orð. Nei, ok, já. Sko, fyrir náttúrulega, það er rosalega persónubundið. En ég myndi segja, ef ég og þú myndir taka kaffibolla eða bjór í 2-3 tíma, ég geti kennt þér vel. Ég veit að, sko, ef ég verið að fara að setja hennan gæja hérna, þá er þessi rassus að fara að taka mót hérna. Sko, ekki þessi, þetta er biskupinn hans, við hliðin á kóngnum. Þessi? Er þetta biskupinn? Nei, þetta er drottningin. Fuck, sko. Shit. Sko, þá þarf ég að taka eitthvað annað. Get ég gert eitthvað með þessu meistara? Já, vá, stert. Fram. Já, hérna bara. Já. Nú ertu með hótun, sagði þið. Ekki sína, hann er að horfa. Þetta heitir gaffall þegar þú hóta 2 í einu. Wow. Og hann sá það, Nú segjum getur þú drepið biskupinn hans. Það er... Já, flottur. Hanna, hvað er með það? Já, Það er svoleiðis! Ég ætti þess að skák var eitthvað flókin. Hakka svo gæða saman, sko. Alveg leikur hérna. Leifur, maður komið fyrst spurninguna. Ég góðan þenn. Ok, fyrsta spurning, ertu klár, Richard? Rétt. Verður tekin önnur sería af Rikki fyrir Ameríku nema núna annar land eða heimsálfa? Þetta er Elva Möller sem spila þessu. Sko, það var á teikniborðinu fyrir COVID, já, að það yrði mögulega eitthvað svona, þú veist, í líkingu við þetta. Hvort það er tekið annað sísón í Ameríku, þú veist, við áttum þetta að gera hellingi Bandaríkjunum. Já. En það fór svolítið á hold, þannig við erum svolítið bara að bíða eftir mögulega, gerist ekki í sumar allavega. Nei. En jú, vonandi er eitthvað á teikniborðinu, að svo hugmynd sé ennþá kláluopin. Var þetta ekki gaman, eða? Þetta var unbelievable gaman. Hvað var þetta lengi? Hvað varst það lengi að Við vorum 21 dag í tökum. Ég er að fara að drulla á mig hérna ekki. Það dreipið þið þá. Með fullir virðingu, mér er alltaf langað að spyrja þig. Var þetta lauslega byggt, og ég veit að áhengt tekið neitt, mér langaði bara svo að svala fórhundum minni. En var þetta lauslega byggt á hann hitti þetta brot, eða? Sko, þetta var svona... Þetta var, jú, að einhverju leyti nema, sko, ég átti ekki að vera svona, sko, málið það ég er rosalega ykk típa in real life, þannig ég var ekki að leika neitt karakter í þáttunum, ég er svona í alveg. Já. Og ég þurfti að segja þetta heldur marga, þú veist, þú hlýtur að hafa eitthvað að grína svona, nei, það er ekki þannig. Ég er mjög ykk típa og hérna, fyrir töðunar á morgun, hversu yktur ég er, en sumir elska það. Skilji? En aftur á móti þegar kemur af íþróttum og lýsingum og svona, þar er ég bara genuine passion, það er bara passion, alveg út í gegn. Og sko, ég á rosalega auðvelt með að sko, verða bara svona strökkt bara strax, bara svona, þú veist, það er þessi ykta hérna típa sem kemur upp. Jú, að einhverju leyti var þetta svona pínu idiot og brot feelingur, en svona mér leiður rosalega vel með hérna, Þetta bara... Þú er búinn að leika þennan tíma, sko. Það er svoleiðis. Nei, bitu. Nei, Nú erum við að hreyfa biskupinn. Hvað er hann hér, eða? Hann er að hóta hróknum. Hann er hér? Ég veit það. Þetta er biskup? Nei, þetta er riddarinn. Þetta er biskup? Á hinn biskupinn. Þessi? Þetta er biskup? Þetta var rétt þér, já, þessi biskupinn, sko. Við þurfum að fara hinn lengst til vinstri. Þennan? Já, segjur. Og Valdar hann að hrókin, sagði? Núna getur hann ekki dreipið hrókin. Hann var að hóta því að drepa hrókin okkar. En með því að færa biskupinn frá, þá erum við að valda hrókin. Fuck my life, getur ekki farið í Trivial Pursuit hérna eitthvað í þarna? Það er næst, sko. En til þess að, hérna, sko, ég samt, sko, kynnti svolítið, Auddi er náttúrulega hugmyndasmiðurinn að þessu, það var hugmyndasmiðurinn að þessu frá A til Ö. Og hann kynnti mig fyrir Anthony Bourdain heitnum, sem er svona þessi frægi gæi sem að fer í borgir, smakka góða mat, tala við skemmtilegt fólk og svona. Það átti líka svolítið að vera hérna
byggt á því. Þannig að þetta var alls konar blanda. Já, ég skil. En ég náttúrulega farið til Bandaríkjunum fyrir skiptið þessi típ eins og ég sko. Já. Ég get sett á mig 15 kíló einu mánuði og ég get tekið á mig 10 einu mánuði. Þú veist, það er engin meðalvöður hjá mér. Ég er svo, þú veist, það þarf alltaf að vera eitthvað svona eða svona. Ég skil. Sessmorgi bara gerist fyrir mig helgina. Já, ég ætlaði einmitt að við glemtum að nefna það að við ætluðum að vera á mánudaginn en þetta er í fyrsta sinn í sögu Kata sem að gesturinn okkar meiddist. Já. Og það var íþróttaleiki. Það er útskýrið fyrir fólkinu í landinu. Þú ert búinn að segja þessu viðtalandi brennslið fyrir þá sem hafa ekki hlustað á það viðtal. Hvað gerðist? Herru, ég var þá að spila helvítis drasl. Hann tók mig hérna. Ég skal segja þér, hann er að hóta núna skákum át í einum leik. Það er svoleiðis. Hvað þarf ég að gera núna? Þú þarft að leika riddari. Já, sérðu reyndina. Reyktu það riddari lengst út á kant, skilur hérna. Þessi? Nei, þetta er hrókur. Þetta er riddari. Þú varst að réttu garði? Þú veitir heimskur maður. Hérna. Sér? Þessi? Já. Nei. Já. Upp með Nei, þá er mál. Já, það er fínt. Við þurfum aðeins að spjalla. Já. Herru, hvar voru? Hvaða bull er þetta? Nú er ég allir, sko, nú málið það. Alltaf ég kem eitthvað nýtt. Nú vil ég fara all in í þetta, sko. Já. Af því nú finnst mér þetta bara gaman, sko. Já. Fyrir utan það mér verið pakkað saman. Nú fyrir nóaskákinu. Hérna. Erum við strax búin að gefa frá okkur gjafabréf? Já, þetta er gjafabréf. Þetta er gjafabréf, kvöldsins. Hefur bara samband við Leif. Hefur samband við mig á Facebook, Leifi Þorsteinsson. Gert niður með það? Ok. Gilt niður, stóðst þið svo hetja. Ok. Vel telt hjá Svörtum, glæsilega gert. Og við... Já, fyrst, gemm þess. Bjarki, býttu aðeins, við ætlum aðeins að spjalla við hann. Og fáum þetta líka, hérna frá tökum við bara 10 mínútur. Já. Hvernig, fyrsta skákin frá, hvernig tilfinningin? Herðu, ég ætla að vera alveg hreinskilinn, ég vissi ekki jack. Ég gerði bara eitthvað. Ég sá hérna því ég ítti eitthvað af stað, þá komu svona punktara sem var vantarlega verið að hjálpa mér. Það er að segja hvað þú getur gert. Hvað ég get gert, en ég vissi ekki neitt. Ég vissi ekki hver riddarinn var, ég veit ekki ennþá hver hérna rókurinn er, eða drottning. En Richard, ég skal segja þér eitt. Tölvan er búinn að meta þessi skák sem þú teltir. Já. Sérðu hvað stendur í mistakes? Gerði 0 mistakes? 0 mistakes. Það er svoleiðis? Ok, 2 blunders. Sem þýðir? Ömunulegur, en þú veist. En 2 af. En þú veist, ég er að segja, þú gerir svona engin sko, þú veist, hvað voru þetta margir leikir í heldina? Þú veist, þú teltir þetta eiginlega eins og, af 9. Já, en á prófi er þetta 7 þú hefði náðu þessu prófi. Ok. Þannig að bara... Veistla. En já, þú veist að tala um hvað gerðist með helgina. Já. Herru, við vorum stödd í, ég var að skemmta. Já. Byrjar að veistastýra eftir á fullu. Var að veistastýra á ásatíð og DJ-a. Tek stundum slætt 2 flugur inn í höggi. Já. Og eftir það, þá förum við, eftir skemmtuna, þá fer ég í heimahúsa sem kona mín er. Staffapartí. Já. Og hérna hjá henni, eða bara í boð. Og við förum að spila svona pubquiz. Já. Og já, gekk vel og strákunum út stelpum og gekk vel nema að svo í einni góðri hugmynd þá fær einn stór gæi þá hugmynd að taka mig á háhest. Já. Og ég viðurkenni það, ég var ekki edrú. Og eins og ég sagði í viðtalinu, ég er ekki Einstein edrú. Nei. Hvað þá þegar komið nokkrir í mann, þá vill ég oft til með að vera ansi hvattvís. Þú ert ekki að kljúa Adam þegar þú drukkið? Nei. Og hvatvísin hefur oft fellt mig en aldrei eins mikið á þarna. Ég fer semst á háhest og ég veit ekki hvort að gæinn missi eitthvað svona lappirnar hans fram fyrir sig nema áður en ég veit að þú eru búin að skalla eitthvað borð og skalla gólfið og ég segi svo Chris Tucker You got knocked the fuck out! Og ég er basically út í 30 sekundur og þetta er fyrst skipt sem ég rótast ég hef aldrei fengið þá tilfinningu og þetta er mjög sérstakt. Já. Og þegar ég vakna þá bara svona fossar allt og 3 spor í vöruna rétt sem hann byrjar að geta að tala á þess að vera svona smámæltur. Já. Og helviti mikill hausverkur. Orðum það þannig að þeir sem hata mig þeir heldur þjóðhátíð á sunnudaginn. Já, ég heyrði mig sko, ég bý í blokk sko, það var verið að syngja trallan í búð sko. Það var flaggað, það var spilað sko þvílíkt há tónlist og skála í sko alls konar bjórum, menn hafa aldrei haft það sko. Nei, ég trúi því miður. Þetta var góð dagur fyrir ég og Eiris. Helvíti góður, því miður. En já, herru, við tökum, samþýttu. Fátími, þetta er 5 og 5, þetta er flott. Þetta virkar fyrir að vera alvöru skáklúður sem við vorum að samþykja hérna. Herru, veitu, það er eins og hann sé búinn að gefa þér. Hann setti í forgjöf. Ríkki þarf alveg öllum köllunum sínum að halda, sko. Við getum alveg orðað að hann tók allar á þér. Hann ætlaði semst að setja. En sem var helviti góður. Ha? Hann ætlaði að gefa handicap, þannig að þú værir ekki með 3 kalla. Veitu, þannig að hann er að gefa mér tækifæri? Nei, einmitt öfugt, hann er búinn að taka að þig 3 kalla.
Þetta nú ekki fallegt. Nei, þetta illa með sko. Nema þetta sé bara það mikið virðing fyrir Basically an imbecile sko. Ok, þannig á ég að byrja aftur eða? Það engin, við erum að Þið megið skora á kongin. Já, ok. Já, Jesus. Herru, ég ætla að taka næstu spurningu. Hún kemur frá engum öðrum en höfðingjan. Þetta ekkert mál, bara uppáhalds golfvöllur í Íslandi. Góður, sko, höfðingin sem sagt minn helsti golffélagi. Einn af mínum bestu vinum. Og minn uppáhalds golfvöllur! Svo höfðingin myndi segja væri, sko, uppáhalds, sko, bara að spila, það Keilir í Hafnarfirði. Þú verður að leika? Hann geggjur. Já. Hann er frábær. Hann er mjög skemmtilegur. En svona bara þessi fallegasti völlur sem að kemur á, þú veist, sem að fer bara svo sjaldan á Vestmannaeyjar by far. Þið líður eins og sett komin ykkur út, þú spilar Vestmannaeyjar og það er bara fyrir svona alvöru golfur eins og mig, þú kemur til Eyja, þú bara svona andar að loftinu og þá færðu svona alvöru endorfín tilfinningu. Alltaf frá þjóðatíð? Já, það er í fyrsta skipti, ég er búinn að vera frá þjóðatíð ansi mörg ár, en það er staðfest, game aboarded, var ég á lengi eða hún fekk að nóga mér eða? Þú vannst. Veist það? Hann gafst þig. Komið basically eittir. Já, 50% reysið á strax. Elska það sko. Herru, það er Bjarki Kvanberg, það er kóngurinn. Ok, þú voru þú ert með, flott. En úr því að vorum að tala um þjóðatíð, spurning sem spyrjum alla gesti, að minnsta kosti stefnusumvenna, sem reyndar allir gestinir hingað til. Í dalnum, hvort ertu meira fyrir að syngja eða tralla? Ég held að ég sé alltaf geggjaður söngvar en þá kemur góðu vinur minn og minn client Ingo Viðugóð tegur mér á jörðinu og segir ég geti drepið heilt partí algjörlega hjálparlaus þegar kemur að tónlist eða þegar kemur að syngja en ég held gaman að syngja en ég er samt ekki góður söngvari. En hvernig ertu að tralla? Ég er alltaf góður að tralla líka, ég er bara stemmingskall. Já, þú ert þannig, ég er búinn að vera með hann klukkutíma, þú ert trallari sko. Já, ég er bara stemmingskall. Og ég veit núna að ég er að drullu upp á baki í þessum skákleikina. Já, ekki rákjörlega. Herru, næsta spurning hún kemur frá Mike. Já. Er Mike besti einkaþjálfari sem er þjálfað í sporthúsinu? Sko, Mækarinn má eiga það að Mækarinn kom með svona fyrst almennilega í form. Ég var ekki búinn að vera í form í örugglega svona ykkur 8 ár. Þá var ég bara búinn að vera out. Já. Mike sótti mig, hann alltaf enginn sem töðar jafn mikið á Mike, sko. Nei. En Mækarinn sótti mig upp á hvern einasta dag, ég var bíllaus klukkan 7:50 á morgnana heim og hann þurfti alltaf að bíða undir svona 20 mínútur því ég átti erfitt með að vakna. Hann bara, Jesus, hvað er það maður, wow! Tjóðan, það var vel. Og svo voru á æfingu og bara, Rikki, come on maður! Já, tjóðan. Og svo bara hélt hann áfram, við tókum bara æfingar, svo fór þetta dætti svo geggja rútínu, svo hann bara í vissa, þá var Mike búinn að skafa af mér eitthvað 12% í fitu og góð 10 kíló og þetta er 2000 og myndi segja svona 2012-2013. Já, ok. Þannig að Mike, svarar já eða nei? Já, ég verð að gefa Mike það. Herru, næsta spurning kemur frá Gustaf from the Future. Það er grassi. Það er grassinn, það er topp maður. Óþægilegasta moment í beinni útsendingu sem þú byrjar að lýsa? Óþægilegasta moment í beinni útsendingu sem ég byrjar að lýsa? Sko. Þessi góð? Já, þessi geggjuð. Sem ég byrjaði að lýsa. Ég þurfti einu sinni að vera í pitch black í beinni. Ekkert svona, ég var ekkert búinn að vera svo lengi að lýsa. Þá var ég að lýsa Manchester United Southamptonum, það fer eitthvað gervinöttur og ég er að lýsa engu í svona 38 mínútur. Það er bara svartur skjár. Og sást þú? Við fengum ekki fyrir auglýsingar, við þurftum að vera í loftinu. Þannig ég var að tala um, ég var að tala um fjölskylduna mína og ég var að tala um veðrið og hvernig veðurspáin væri framundan og þetta var það einhver algjöru kómi. En mér er aldrei svona liðið eins illa. Bara á ævinni. Svo auðvitað, og í einni útsendingunni þá var ég með messuna og þá gerist það oft, þá var ég búinn að vera lélegur í mataræðinu eins og gerist mjög oft. Og já, ég horfði það þarna þá. Já, og Jóhannes Karl og Reynir með mér og leti ég oft einn rífa sko, ég held að myndi ekki heyra sko, nema það heyrðist ekki í kameru, nema þeir heyrðu þetta. Nema Reynir Leósson fyrir svo rosalegt hláturskast að þurfti að kötta útsendinguna. Ég man eftir þessu. Það var rosalegt. Það var líka helvítið, það var kaldur sviti moment. Já. Það er í síðast skipt sem ég láti ríf í beinni útsendingu og ég er ekki að gera það hér heldur. Nei. Djöfull er hann að pakka mig saman. Þetta var leikur, jú, þetta var góð leikur hjá hann. Hvað fyrir segur?
Herru, svo bara einu þetta er ekki spurning, bara Hjörvar Hafliða vill koma í framfæri, hann elskar þig. Takk, ég elska Hjörvar Hafliðason líka. Og áallt gert og ég líka að segja það að Hjörvar Hafliðason gaf mér mitt fyrsta tækifæri sem lýsara. Já. Ég var búinn að reyna að koma að stað hjá Stöð Sport. Það skákaði. Refa kónginn? Skák, þessi meistari hérna. Nei, hinn. Það skákar. Þessi meistari. Það refin hérna. Og svo hann fara að taka mótinu núna. Nei. Herru, Hjörvar gaf mér mitt fyrsta tækifæri. Ég var búinn að reyna að komast á sportinu. Hjörvar nýtekin við og ég þekkti Hjörvar aðeins þá. Og ég suðaði í honum. Já. Og Hjörvar svona fannst þetta ekkert svo galið að Rikki G sem verið búinn úr FM eitthvað svona og þú veist bara sama dag og ég talaði við hann, ég bjóst ekkert við að heyri í honum í einhverja mánuði, þá var að henda mér á einhvern leik bara í pröfu. Hvað var fyrsti leikur? Það var West Ham Stoke. Já, West Ham Stoke og Jermaine Pennant skora eina mark í leiknum, 0-1. Já, flott. Og svo bara rest is history. Búinn að lýsa síðan þá, þetta var í ágúst 2013 og hefur lýst síðan þá. Það svona langt síðan. Já. Lífið tíminn. Dr. Fútból eða Mike Show? Úff, anskotinn maður. Kallt er það. Já, kallt er það, en þetta er rosalega, ég verð náttúrulega að segja Mike Show að því að mér hefur aldrei verið boðið í Dr. Fútból. Mike Show hefur alltaf boðið mér. Já. Þannig það verður alltaf verið það, alltaf Mike Show. Vá, takk. Já. Hann er við svöru öll, hann veit sem hann eiga það þetta. Sko, þessi, ég tek hana bara í leiðislæti. Já. Hversu graður er Richard Scarlett í tíu? Viktor Leo. Erum við að tala um núna eða? Sko, núna ertu að vera 10. Sko, ég viðurkenna, ég er ekki graður í þessa skákina, sko. Þetta er ekki 10 núna? Nei, ég er alls ekki 10 núna, sko. En málið er það, ég hef, sko, vita náttúrulega ekki það, ég er heldur lár í testa og ég er í smá svona dæmi á innkirtlafræðingi. Maður fari í svona smá inngjöf, þannig ég er ekkert sérstaklega kynferðislega virkur, sko. Nei, ég skil þig. Þú veist, jú, alveg innan, sagði ég kynferðislega virkur, já, ok. Ertu ekkert að rífa í skjaldtöskuna? Nei, sko, jú, ég er bara eins og venjulegur maður, ég trúi ekki að tala um kynlíf í einhvern skákþætti. Helviti, Jesus Christ, maður. Þá er fókið í flest. Já, fókið í flest. Nei, ég, sko, svona, ef ekki að segja, ég sé bara meðaltal 6,57. Já, flott. Ég er bara meðal, já. Og stundum dettur þetta í 9, það er yfirleitt samt eftir jam, sko. Þá er ég hættilegur, sko. Líklega ekki á laugardaginn samt. Nei, og ekki á sunnudaginn heldur, sko. Og það líka, ég var ekki það vinsæll heima hjá mér að ég geta reynt, sko, ég geta basically keypt allt, ég geta keypt siglingu í Karabíska ef ég ekki voru heppinn þá, sko. Heyrðu, þú getur drepið drottningur á svona? Hérna. Með drottningur í þinni. Hérna. Já, dreptu bara drottningur á. Þessi. Jú, þakka bara fyrir þig. Takk. Sýkla ligna að sjá núna maður. Pakka mig saman aftur eða? Nei, nú dreipur ryttara bara með kóngnum. Hérna. Mannskotin. Hérna. Nei, með kóngnum. Hvað, er þetta ekki fucking kóngurinn? Nei, þú ert kóngurinn. En kóngurinn er þetta C6. 7-6? C6, þetta er nýtakerfið, kallið minn. Er þetta kóngurinn? Þetta er kóngurinn. Strákar, hjálpum mér. Já. Þetta er kóngurinn! Já. Segur. Fucking hell, sko. Nei, ég er að taka hennan. Já. Taka þetta drast út, eða hér eða? Nei, sér punktana hana? Já, ég þarf að tilbaka. Já, það er alltaf leið tilbaka. Ok. Hvernig ertu að punktunum? Já. Hvernig ertu að punktunum, vítapunktunum? Ertu góður í fótbolta? Sko, ég á ekki góðan feril í fótbolta í meistaraflokki. Ok. Ég er búinn að horfa á fótbolta síðan ég var samfleytt síðan ég var 8 ára. Já. 1993 hafði ekki stoppað. Ég byrjaði samt ekki að horfa á enska fyrir 96. Já. Ég byrjaði að horfa á ítalska og byrjaði að fylgjast með íslenska. Fyrstu minningarna mínar svona því ég byrjaði að fylgjast með fótbolta því ég fæ delluna, það er að Antoni Karl Gregori skellti káa með Val í bikarúrslitum. Já, það er rétt að því. Hjólspinnaðan og allt þetta, þá var ekkert aftur snúið. Síðan fór ég að æfði upp alla yngri flokka, ég æfði með Fylki, ég æfði með IR. Ég sá það samt alveg fljótt að ég myndi aldrei gera þetta einhverjum ferli. Nei. Ég var samt alveg bara svona segur. Já. Þú veist, var í A-liðum og eitthvað svona, sko. Allt til að ekki gæða. Allt til að ekki gat. Síðan byrjaði ég síðan bara hellti ég mér eins og í þjálfun, byrjaði ég einhverjum fyrstu 2 og 3, 4 stígunum. Já. Fór að þjálfa létti. Já. Ég tók þau í 2 tímabil og hendiði mig í úrslitakeppni, ég heldur ekki eins og ég fari í úrslitakeppni eftir að ég hætti. Einhver málmur eða?
Nei, ég hendi inn í úrslitakeppnina. Þeir hafa held ég ekki komist í úrslitakeppnina eftir að ég leit að störfum. Næja, þakka bara fyrir þér. Þakka kærlega fyrir mig þar og ég hef ekki þjálfað síðan, bara tímaleysi. En íþróttir eiga eiginlega bara allan minn hug og flest sem ég horfi á í sjónvarpi eru íþróttir bara almennt. Og þú ert valsari? Já, ég er valsari. Ég reynir samt ekkert að auglýsa eitthvað frábærlega sko. Af hverju þú valsari? Af því að það er pabba að kenna. Já, ég skil. Pabbi er alveg uppalinn í Val, uppalinn í Hlíðunum æði og pabbi byrjaði að taka mig bara á valsleiki. Ég fór ekkert á fylkisleiki af því ég bjó í Árbænum. Já. Ég ber samt alltaf mikla tauga til fylkis af því ég æfði náttúrulega og hérna, þú veist, ég fór á fylkisleiki því, þú veist, labbaði bara portinu, þú veist, þá var maður að horfa á Þórhall Dan Jóhannsson, Kristinn Tómasson, Finn Kolbeins og alla þessa kalla. Já, alltaf stefn ekki í lautinu. Já. Það með að, hérna, ég ber taugar alveg mikið í Árbæinn en, jú, fyrst og fremst valsari. Og það er næsta spurning, hvernig fer Val og Vægs? Sko, ég er ógeðslega hrifinn af, hérna, hvernig víkingarnir hafa komið, hérna, í deildina. Mjög hrifinn af sem Arnar er að gera og Arnar virðist vera já, það er bara allir í liðinu, bara allir, sko ekki bara leikmenn, heldur bara allir sem tengjast félaginu, verðast bara að dýrka gæjan. Já, trú á konseptið. Bara trú á konseptið alveg, en það held ég að þessi samningur hefði þá ekki verið gerðið við hann. Nei. Þessi óuppsegjanlegi samningur, þannig að hann ábeiðis ekki bara Víkina. Já. En, ég held að Víkingar tapir sínum fyrsta leik á tímabilinu hana. Valur vinni. Ég held bara að Valur er bara ómikil vél einhvern veginn og finna við að Valur ekki eins og fara að spila vel á tímabilinu, sko. Valsmenn hafi í rauninni ekki spilað góðan leik þannig. Nei. Þú veist, þeir eru að spila kannski einn góðan hálfleik en svona heitti. Já, þeir eru góðir setna hálfleik á FH. Ég er að segja það. Og sammáti KR tók einn svona góðan hálfleik þar. En þeir hafa ekki spilað, heilan góðan leik ennþá á tímabilinu. Nei, en vinna allir helst leikið saman. Vinna allir leikið saman. Fáránlegt, sko. Og það er svolítið Íslandsmeistaraleik að slíku. Já. Það er líka hjálpar heimi að allir sér heimis eru skákarar, sko. Já. Jú. Það sést líka bara hvað er góð. Og ef ykkur kann skákina þá er það Heimir. Já, það ekki. Hann hugsa 2 leiki fram í tíman, sko. Það er klárt. Þannig að það er valssigur á lengi. Ef ég þyrfti að henda táknu þá myndi ég henda á Val, já. Ok, við tökum því. Næsta spurning, play að Íslandi frá Kristófur Orra. Sko. Leikmann í Gróttu. Já, heyrðu. Það er svoleiðis. Það er leikmaður. Það er alvöru play. Sko, ég er að fara að fljúga til Tenerife núna jól og áramót með Gilsa, Tenebrosa. Já. Það er mikill, hérna, við förum aldrei nánast sko sannast til Tenerife. Við miklir aðdáendur. Og þá fljúgum við Icelandair. Ef ég hef vitað að playið verið komið í lofti, þá hefði ég sennilega pantað með playa. Því ég styð svona starfsemi. Já, einmitt já. Ég dýrka þess að komið 2 flugfélög, ég dýrka þess að komið samkeppni og geta fengið flugfar bara til London. Mér langar að hoppa eina helgi og fengið á geggjuðu verði. Mér finnst það frábært. Þannig að ég er team play alla leið, en Icelandair er hins vegar mjög mikilvægt fyrirtæki fyrir okkur. Getur eitthvað sagt okkur frá því þegar hann var mökkaður í Abagarinn á Tenerife? Já, wow. Takk. Shit. Herru, það var líka á sopanum bjóri hér. Herru, hérna, sko, þetta var enn ein hugmyndin sem er svona góð, eða sem maður heldur að sé góð, en hún er allan tíma vond. Já, og hver var hugmyndin? Hugmyndin var svo að við ætlum að taka day of fun, strákarnir. Ég, Gilsi, ég held að Mike hafi verið þarna með okkur. Ekki gott, ég veit hvað þetta er. Þetta er líka fyrstöldaregnaður. Hver er þetta Freysarinn eða? Nei, ég finnst það mjög líklegt að þessi Freysarinn, sko. Þetta er Andri Freyr Jónasson. Það er svoleiðis. Já, hann er búinn að, ok, Mækarinn pakka á honum, höfðinginn vann hann er 1 CM núna, en ég sagði við hann, ef þú vinnur ekki Richard, þá basically þannig bara að pakka saman, þá var hún ekkert að taka þátt í þessu þætti. Ekki gott, ef þú tekur aftur, bara þú er búinn að skapa hellinga contenti fyrir okkur, og ef þið tekst að vinna Rich, þá myndköpum, já, þá farið inn einhverja myndköpum. Elska það sko. Herjá, ok, allavega, þá átti að vera day of fun, þá var United Liverpool innan dag. Já. Og það var ekki búið að ganga neitt sérstaklega vel hjá United og búið að ganga alveg þokkalega á Liverpool, nema þetta var fyrir eitthvað góð, svona stór leikur. Nema Gilsi vildi reyna að breyta það $1 í 2 og hann var svo ógeðslega svona, hann hafði svo mikla trú á þessu. Já. Og við erum á svona skemmtilegri síðu svona nokkrir félagar. Já. Og margir púlarar þarna fárveikir púlarar, nema Egill svona kallar það út og fer í fullt af bettum við þá. Okay. Tekur bara svona 50 kallin þennan, 50 kallin þennan, nema áður en að Gilsana veit, þá var þetta bara búið að eskuleitast í nokkur 100.000 sko. Já. Bara heyrðu fokk maður, það var bara allt undir. Og ég fyrir bara að vera fáralega stressað fyrir hans hönd, ég var ekki með 1 krónu á þessum leik sko. Nei.
Ég var bara með svo mikið stressa fyrir náttúrulega. Við mættum snemma á sportpubbar rétt í móti hótelinu okkar. Nema það var bara svo gaman og United vann þennan leik. Og við keyrðum bara í okkur. Við vorum með Strawberry Daiquiri Frozen sem drikkurinn okkar þarna. Fengum okkur mikið af bjór. Og áður en ég vissi af, þá var ég orðinn helviti hress. Já, það ekki. Þegar svo komu konurnar. Það bara, hefur ekki farið að gera eitthvað núna? Við erum búin í fótbolta, hefur ekki farið í Abakar eitthvað? Ég bara, jú. Þvílíkt til ég að fara innan Abakar sko. Áður en ég vissi það sko, verið farin að klappa öllum viltustu dýrunum með hann í Abakarnum sem náttúrulega stranglega bannað að gera sko. Og nánast farin að setja hendinin í búr í eitthvað mannættu abbi þarna sko. Basically rétta honum hendina sko. Frúin fór með mig eins og 9 ára krakk út úr garðinu sko. En Gilsarinn ákaflega gaman að þessari ferð og hann ennþá að hlæja henni. En svo einhverjum 2 árum setna fórum við aftur og þá fór ég í Abakarinn og þá passaði ég að fara til að njóta garðsins. En heyrðu, það er ein tengi sem ég glemdi. Á Richard Bitcoin? Nei, ég var ekki Bitcoin. Hefur átt Bitcoin? Nei. Nei? Mér var sagt að fyrir Bitcoin. Hvenær? Vinur minn Egill Plóter sem var að komast upp með kríun í gær, sjátt þetta á minn mann Plóterinn. Og bara kríun yfir höfuð, það og alla, til hamingju með þetta. Þvílíkt respekt. Algjörlega. Var hlakkað svo mikið til að sjá því Ólísar næsta ári, næsta tímabili. Plóterinn, hann er nánast búinn að eyða öllu sínum sparifé í Bitcoin. Í alvöru? Já. Hann er búinn að fara stóra á það. Já. Og brennslan borgar vel? Já, brennslan er að gefa honum ágætlega sko. Nei, hann á fullt af peningum, hann býr í penthouse í Bryggjukörfinu og veitir reyndar ekki hvað hann hefur hennan pening. Nei. Hann er ofta að koma okkur alls konar bílum og eitthvað svona, já við erum að ræða það seinna. Nei, ég hef ekki þorað að fara í þetta sko, ég fór eitthvað í hlutabréf, þetta game á ekki alveg við mig, þessi partur af eitthvað svona dóti. Já það, settir ekki alltaf Arion eða? Sko, nei ég gera það neitt ekki, ég setti á Marel, í Marel, ég vildi vera frekar safe. Já það er safe bet. Það með ég fór þangað, ég ætlaði eiginlega bara að vera þar inni, nema brókerinn minn sagði mér að kassa út og hann lét mig kassa út á einhverjum fárlegum tíma og nú er Marel miklu hærra og ég hef basically ekki talað um þann gæi í dag sko. Hvar fórst inn? Manstu það? Ég veit ekki, ég vil ekki rifja upp þessa sorgarsögu sko. Veistu hvað þetta er langt síðan? Þetta er alveg 1,5 ár, 2 ár síðan sko. Og að brókerinn kannski með rautt nefið eða? Ég bara veit það ekki, ég var basically að segja þessi trúður það. Það er þetta vona að hann heyri þetta sko. Röndandi búning með svona. Það sagði mér að kassa út fyrsta gróða þarna sko. Og ég ætla ekki að kassa út, ég ætla bara að láta malla á hendin 50 og 50 og bara sem að byggja eitthvað upp. Já. Og ég hef ekkert farið aftur inn í þetta. Nei, og ég á ekki krón í hlutabréfum í dag, ég var alveg til í að komast mögulega í eitthvað game, en ég veit ekki hvað, ég veit ekkert um Bitcoin. Ég hef bara, ég er svo ógeðslega skeptískur á þetta. Já. Þeir eru náttúrulega styrktarálokar, við erum ekkert skeptískir á þetta er ógeðslega sniðugt. Nei, skal framtekja líka að myntkaup sem bróker myndi ekki hafa þessi svona. Kannski bara er ég bara ótrúlega illa upplýstur. Ég held að beauty við þetta við Bitcoin er líka, það skilur þetta einhvern veginn enginn, skilur. Ég skilur þetta ekki neitt, sko. Nei, það skilur þetta eiginlega enginn, sko. Ég er bara búinn að heyra, ég bara kannski er mikið í kringum neikvæða gæja sem vilja frekar með að setja í ríkisskuldabréf eða setja inn á höfuðstólinn á láninu sínu eða eitthvað svona. Og svo kom einhverja fréttir daginn eitthvað með Kínverjarnir eitthvað að draga sig út eitthvað með Tesla og eitthvað svona. Það með, maður er kannski bara litaður á fréttum og eins og ég bara tek aftur fram. Ég hef ekki hugmynd hvernig það virkar, sko. Og kannski er ég að missa þvílíkum dollar sko. Algjörlega. Já, mjög líklega. Andri, fáum challenge frá þér. Ekki gæt. Í boði myndkaupa. Ég er búinn að taka 2 lönd saman vikunni sko. Já. Hann er lítill sko. Andri, ég trúi því. Fyllibita það? Nei, hann er bara búinn að tapa fyrir Mike og höfðingjanum í live útsendingu. Sko, ekki gott. Ég held samt að ég held að Stjáni sé alveg. Nei, þetta er 1 mínúta. Það verður að Richard, það er meiri tíma en 1 mínúta sko. Verður að vera 10 mínútur. Sko, Stján og Mike voru nefnilega drullu góður sko. Já, sko, ég veit að sko höfðingin er hann á Málmans. Já, líka og hann er drullu klár sko. Drullu klár gæði. Kemur ekki á óvart og hann er líka eiginlega bara góður í svona flestu sem hann er í sko. Öllum svona íþróttatengdu dæmi, ég farið með honum í badminton, fáránlega segur, hann er segur í badminton, fótboltinn alltaf það segir sig sjálft. Ég farið með honum í körfu, bara fínasti skotmaður allt í einu honum viss af. Golfi, með ljótustu sveiflu á Íslandi, ég elskaði Stjáni. Hann er fáránlega góður í golfi sko. Hann er bara búinn að búa sér til sinn eigin stíl og
Svo náttúrulega þið líka með Óla með og Arnar Greta sem að þjálfur Káa, þið tveir Já, það var nú svona, held ég, svona gott djók hjá Dokk, kútar og axlabönd. Hann með ykkur í bandi, hann rappbandi og það. Við erum náttúrulega bara, ég og Stjáni náttúrulega bara mjög góði vinnir Arnars. Já. Adda og ég er mjög ánægður að Addi hefði fengið starf því að mér fannst í rauninni fáránlegt hvað hann var lengi án starfsinn á Íslandi. Já. Því að hann er fáránlega fær þjálfari. Og er að sýna það í dag. Og er bara að sýna það í dag hversu klár þjálfari hann er og hversu góður þjálfari hann er og ég held hann sé mjög vel liðinn í Akureyrarbæ og hún líður vel þar. Algjörlega. Og ég vona innilega Káa verði ofalega. Ég er með Richard hérna, þá verð ég að spyrja þessu. Óskar Hrafn og Blix, hvað ertu á, ertu trúur á konceptið eða? Já. Óskar Hrafn var einu svona yfirmaður minn. Og Óskar Hrafn er... Hann hefur verið sæmilega harður yfirmaður, eða ekki? Sko, samt ekki, þetta er sali rólegur gæi. Það fælist að tala við hann. Halda margir að sé eitthvað svona, hann sé svona erfiður í samskiptum, mér finnst það alveg mikill misskilningur, sko. Ég allavega segi það, allavega sem ég kynntist á hann. Já, ok, já. Það var bara mjög þægilegt, það var mjög þægilegt að fara á skrifstofu til hans og ræða við hann og hann er ekkert alltaf hú-hú-ha-ha eitthvað svona, en hann er bara sanngjarn gæi. Og gæi sem lifir fyrir fótbolta og gæi sem hefur brjálaðan metnað og gæi sem vil gera eitthvað nýtt. Og vakir og sofir öllum stundum yfir því að láta þetta virka. Og ég hef bilað að trúi að þetta muni gangið á Breiðablik þegar þau bara gefa honum bara tíma. Þó að þetta gangi ekki núna, það er samt að halda áfram á þessari vegferð sem þeir eru að því að þú veist, maður sá það bara í leiknum móti Stjörnunni, þetta er hana. Já, við erum svona yfirleiki sko, við erum alltaf flottir þegar við erum pressulausir á móti lélustu liðunum sko. Já, en sko málið það er ekki alltaf þjálfarinn, það var löngu fyrir tíma Óskarshamns. Það vantar bara kúltúrinn í liðið, það vantar bara menn, nokkur leikmenn þurfa bara að stíga upp. Já, skil, já. Það er ekki alltaf þjálfarinn. Blikar hefur ekki unnið titil síðan 2010 sko. Það er alveg ástæða fyrir því. Leikmenn þurfa líka að stíga upp. Það er ekki bara þjálfarinn sem getur búið til kúltúrinn, leikmenn þurfa að gera það líka. Í samanlagi. Óskar er líka, ég held að það sé svolítið miskil sem manneskja sko, þegar hann var að þjálfa mig líka upp yngri flokkana og þetta er svo viðkunnlegur maður og bara fullur á alúð og góður maður sko. Bara sanngjarn gæi. Mjög sanngjarn sko. En mér langaði líka að spyrja út í hana, var hann í körfuna, fylgist eitthvað með henni eða? Bara all in, ok. Hver er klárað þetta? Er það Keflavík? Sko, ég er náttúrulega að lýsa þessum einvíum og mér er svo erfitt að setja okkar lið. Sko, liðin sem er að keppa og ég skal svara þessu, liðin sem vinnur Keflavík KR verður Íslandsmeistari. Hvað er hinn leikurinn? Ég er alltaf bara Þór Þorlákshöfn Stjarnan kom í 1-0. Ég held að með líður eins og Stjarnan loki því einvíi. Ég ætla samt ekki að afskrifa Þórshafna, þeir eru með fínt lið. En þú veist, þetta var bara pínu klaufagangur hefur með fyrsta leiknum. Leifur. Mættur. Það er Andri Freyr Jónasson. Já, smá klaufagangur með fyrsta leiknum, já. Já, en ég held að... Sterkt. Ég held að hérna... Það er vængspil. Já, upp kantinn. Ég held að liðið samt sem vinnur í Keflavík KR, það lið verði Íslandsmeistari. Ég held samt að þegar að það einvíi er búið, ef það myndi fara í 5 leiki, ég veit samt ekki hvort að KR hefði power í úrslitaleikinn sko. Kom þeir ekki... Er ekki Keflavík bara búið í síkó bara einhvern mánuð eða eitthvað? Það er samt ekkert alltaf gott sko. Nei. Það er ekkert alltaf gott að vera í of langri pásu. Þú ert komin í úrslitakeppni skýrin og ert farin að spila á 2-3 daga fresti og vilt ekkert endilega skemma þann rytma. Þessi rimma líka á KR og Val, þessi lið mættu frá fyrstu mínútu, bara full on sem að sá það og gæðin hana. Sá það sérstaklega á svona síðustu 5 mínútunum í leiknum í gær. Já. Að það var þreyta í KR. Maður sá það bara, það var komið smá orkuleysi, mistök sem maður sá ekki gera á móti Val og öfugstundu. Þetta tekur náttúrulega bara svaðalega í. Þetta var KR Keflavík í gær? Keflavík KR, fyrsti leikurinn í gær. Hvernig fór? Það fór Keflavík vann með 8 stigum en það var samt eiginlega hnífjant bara þar til á síðustu mínútunum. Já, þið verður bara aðsaka mig, ég er bara í fótbolta, ég er fótbolta. En ég segi að liðið sem vinnur Keflavík KR klárið titilinn. Já. Voru Valsarar með langmesta budget eða? Þú veist, ég er ekkert inn í peningamálum eða launamálum en það liggur alveg ljóst fyrir að Valur ætlaði að fara stórt inn í þetta tímabil. Já. Þú gerir það klárlega, þú sækir Jón Arnór Stefánsson, þú gerir það þú ert að sækja Finn Freyr Stefánsson, þú gerir það þú ert að sækja Kristó, þú gerir það þú ert að sækja síðan Jordan Róland, auðvitað ert að tjalda öllu til. Það bara gekk ekki þetta skiptið en Valur er mögulega að búa sér til smá kultúr í körfubolta sem hefur ekki verið til staðar í einhver áratugi. Já, skil. Og bara mjög spennandi sko. Vonandi geta þær látið knéfylgja kvíði og unnið upp smá yngreflokkastarf, almennilegt. Já, djöfull er ég að ræpa á mig hérna, er það ekki? Þessi var svona... Allt til lagi ekki gæt. Allt til lagi ekki gæt. Önnur spurning Kristján Ára, hvor er betri í gólfi? Richard eða Höfðinginn?
Sko, málið er það að við tölum alltaf höggleikina, í fyrra var ég óstöðandi. Já. Ég held að hann vann mig ekki höggleik í fyrra. Í ansi mörgum geimum. Já. En við erum búin að taka 6 geim núna og ég er 4-2 yfir. Ég myndi segja þess ég svona, bara til þess að vera alveg heiðarlegur, ég er svona hálfu skref á undan honum. Já. Það er ekki meira. Þú ert betri. Ég er aðeins betri. Já. Sko ég er svo hissað að þetta sé til umræði yfir höfuð. Þú segir mér fyrir þátt að þú ert með 7 í forgjöf. Höfðinginn er svona segur. Höfðinginn er frábær í golfi, sko. Hann er, þú veist, hann hefur fram yfir mig til dæmis, hann er betri í stuttarspilinu ég og pútari, sko. Hefur hann lengdin eða? Hann er farin að vera lengri. Já. En ég er náttúrulega nánast sjálfsláandi á teig. Já. 7-13, einhverja jinxan eittina. Já. Og það hjálpar svolítið og ég er langur og svona, þú veist, ég er svona ákveðin vél. Ég er alltaf bara að rokka á þessum 75 til 80 höggum. Ég er ekkert að fara neitt meira en það. Nei. Þetta er ekkert sjónvarpsgólf hjá mér. Hvað ég gæfi fyrir það að vera að rokka á 75-80. Það er helvíti gott. Það er skákaði herra stofnstari. Það er ég þarf að gera hérna. Já. Tjúvill er hann að læra. Já, Rikki er bensinstöðarmeistarinn sko. Það er svoleiðis, hann er engin anskotans meistari eins og Bjartræðin sagði. Hann er ekki helvítis anskotans meistari. Heyrðu, lýsir Rikki EM Finals. Aftur Kristófur Orri. Stórt spurt. Það er ekki komið á hreint en mér finnst það mjög ólíklegt því að við eigum Gersemi í Gumma Ben Geitina og það er bara þannig ég elska að Gummi Ben er bara okkar besti og okkar besta á sjálfsögðu að lýsa leiknum og úrslitaleiknum og við fáum þann besta til þess að lýsa og það verður Gummi Ben. Já, takk. Þannig ég get eiginlega bara staðfesta hér og nú. Ekki nema að lenda á andlitinu eins og ég sem ég tel ekki líklegt. En við vorum að tala um það. Er þetta cat exclusive eða? Vorum að tala um off-air eða on-air hver heldur að Rikki vinni EM? Voru að tala um off-air eða ekki? Það var on-air. Það var fyrst sem við tölum um. Já. Ok, já. Og þú sagði frakkar eða belgar? Þessi er nefnilega lúmskur, þessi leikur sjáðu. Sluppum vel hana. Þú hlýtur að geta grætt helvis pening á að setja á hana på Skákakónginn. Skákakónginn. Hérna. Nei, það var frá upp. Tjóðið væri nú Hérna. kosið og getið nú bara. Einn stýtra. Þarna já. Freysar er fyrir lykt af fyrsta sýri. Já, hann er marka óður. Basically að þú veist, ég myndi halda að 7 ára dóttir mín og ég, það væri 50-50 match. Það væri mjög spennandi. Því hún veit nákvæmlega jafn mikið hvað hún er að gera og ég sko. Já, það er bara stann. Ég meður. Þú ert leik, sko. Þetta er rimma? Ég á leik. Já. Hvað er ég að fara að gera núna? Fucking hell, sko. Arnar Ingi spyr, telur þú að það sé erfiðara að vera betri í skák heldur en í golfi? Áhugaverð spurning, gaman líka þó sem seint í þetta er skemmtileg spurning að ég segja ykkur. Ég held að sé svipa golf, ég lærði þegar ég byrjaði að fara að vera góður í golfi það var því ég fór að breyta hausnum í mér. Já. Hugarfarinu, skapinu, þá byrjaði ég að fara að leggja í forgjöf. Já. Ég kunni allt fyrir og kunni alveg að slá og allt þetta en bara þegar ég breyti hugarfarinu, bara mentality í hausnum á mér. Já. Þá byrjaði ég að fara að vera góður í golfi og ég held að það sé örugglega hérna. Já. Það er bara hausinn. Hrikalega stór partur að skáka er hausinn sko. Það er engin spurning. Og saman með golfið, þú veist, að læra í golfið, það er ekki bara gott að geta slegið, það geta allir atvinnumenn í heiminum slegið. Já. En það er alltaf, en það er þetta hérna sem vinnur á lókum sko. Já. Það er hausinn sko. Það ekki? Já. Ég meina, það er engin tilviljun að Brooks Koepka mæti í hvert einasta stórmót og hann er alltaf meðal efstu manna. Þetta er bara gæði sem spila fyrir risamótum. Já, ég skil. Það er mættur sko. Já, það er ekki tilviljun. En já, ég myndi segja, já, það bara hendi vel sko. Hvað fannst þér Mikkelsson daginn? Það er búið að vera íþróttaveisla. Mér fannst það geggjað stórkostlegt, djöfull hélt ég með honum. Ég held fáránlega mikið með honum sko. 50 plus að taka risamót. Og bara að þetta sé hægt. Já. Þetta er svo mikið, þú veist, og maður segja Mikkelsson sé eitthvað staðar underdog en á hans aldri er hann klárlega underdog í dag með alla þessa geggjuðu gæja sem eru komnir í geimið og vinna major, sem sagt risamót við öllum þessum kanónum. Það er bara rugla, þú veist, og það er eiginlega bara, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað of ýktur en það, ég held að bara með sem er stærra afrekum sem hægt er að gera í íþróttaheiminu. Já, því þeir sem fylgjast ekki með golfi, þeir átta sig ekki á því hversu stórt þetta er. Myndirðu líka þessu við Leicester fyrir fótboltaámenn? Þetta er frábær samlíking. Þetta halda það. Þetta er fáránlegt. Þetta er alveg uppið þarna sko. Já. Klárt mál. Og það sem var líka svo töff fyrir það sem horfa á golf var að þegar maður þekki Phil Mickelson maður er búin að sjá, þú veist, bara alltaf verið svolítið bútaður, brosmildur. Alltaf, hann gefur af sér. Já. Þú veist, hann var að gefa alltaf einhverjum
þú veist, kannski þeim sem minna máttu sín voru að gefa þeim bolta og eitthvað svona á miðjum móti, tala við og eitthvað svona. Mér finnst þetta svo geggjað og það heldur maður bara með honum ósakvæmt. En núna, hann var búin að grenja sig helling, hann með sólgleru allan tíman, hann var ekkert mikið einmitt til aðdáðunum. Mér fannst það bara nýr maður. Það var allt annað yfirbræð yfir hann. En þetta, hann var sami við sem er gamla góða. Já. Alveg eitthvað skref sko, það var eins og að væra bara með tæmir á þessu, en það var, djúvill gaman að sjá Mikkelsson með þér. Djúvill verið að pakka mig saman. Já. Þreytt maður. Þú elskar að gefa, Richard. Ég er mjög gjafmildur. Já, það ekki? Já. Það er bara þannig. Það hefur verið það lengi. Hver er Íslandsmeistarar? Fótbolta. Já. Íslandsmeistari í fótbolta. Það ekki bara valsmaður það? Jú, sko, þú veist, ef maður þarf að segja eitthvað, þá er auðveldast að segja Valur. Já. Ég meina, þeir eru með hefðina og þeir eru með þjálfarann og þeir eru með leikmenn búnir að bæta við Guðmundur Andri Tryggva og ég meina, kemur ekkert óvart þeir myndu bæta enn frekar við þegar glugginn opnar aftur í júlí. Þannig, jú, auðvitað eru þeir líklegastir. Já. Riki, ég ætla að hlaða í hraðaspurningar fyrir þig. Elska það. Klár? Elska það. Wow. Svo er þetta tvennt sem við höfum eftir að gera. Annars vegar vorum við að spá að fara heil og hönd. Já. Það getur verið skemmtilegt. Og svo ætlum við að prófa eitt. Vorum ekki vissum þetta dagskrárlið, en þú ert stemningsmaður. Þú ert algjör stemningsmaður. Þú mútt eiga, djúvillig gaman að fá þig. Já, sömur, djúvillig gaman að vera hérna hjá okkur. Að við ætlum að taka hérna skák. Já, wow. Við erum að fara að og þú ert að fara að lýsa henni. Shit, það er svo gott. Hvernig hljómar það? Ég veit það. Setja pressa á þig núna, sko. Er kaldur sviti núna? Bring it. Já, þetta var 1 mínútu skák, high tempo. En það verður að þú veist núna hvað allir kallarnir eru og svona ekki? Gæði með krossinn hérna sem það er kóngurinn. Það er kóngurinn, eins og þú. Þetta er riddarinn. Já, hann hár rétt. Þetta er hrókurinn. Já. Þetta er drottningin. Biskupinn. Biskupinn. Drottningin er farin út á borðinu, þú mistir hann á hann. Já, það er svoleiðis. Já. Þetta er hérna, þetta er biskupinn. Biskupinn. Ok. Ég segi þér eitt. Freysarinn núna í Mosfellsbæ og hann er líklega að rúlla upp eina og hann er í síkó að tefla því. Já, þetta er eins auðvelt og að verður. Eða sko, ég ætla ekki, Freysarinn hefur ekki unnið skák í hafa eðans tíð. Já, en basically hann á samt ekki að rúlla neitt í síkó og fagna því að þú veist auðvitaðsta game í heimi, sko. Ég hélt þið væri að trolla mig þegar þið voru að bjóða mér hérna þátt, sko. Ég ætlaði fyrst ekkert að svara, sko. Þú hérst væri bara svona, léttu balt. Já, ég held að það væri eitthvað grín í okkur, sko. Já, nei, við erum eftir. Heyrðu, við verðum að samþykkja þetta hérna. Þetta er markaðsstjóri þáttarins. Já. Og þetta er kóngurinn. Ok. Að prófa heila hönd við hann. Viltu taka heila hönd með honum? Á meðan ég undirbýr hraðspurningarnar. Ok, þá segi ég þig kall og þú er að hreyfa þann kall. Og nú segi ég peð. Já. Já. Gaman góða vængspili, ánægður með það. Ég er bara að gera alltaf það sama. Það er svona Eden Hazard skákar. Þetta er bara svolítið eins og heima á mér, það er bara það sama og safe. Já. Birkir, myndur þú segja að hann væri í Eden Hazard skákar? Ég myndi segja að hann væri það, hann er hraður, hann er teknískur. Mikið meiddur. Ég er náttúrulega aldrei hraður. Mikið meiddur, já. Mikið meiddur. Riddari. Riddarinn er hér. Já, takk. Ok, ég segi þér eitt. Hann ætlar að herma eftir alla skákina. Í alvörunni? Hann skotinn. Er það heil hönd? Nei, en það eru alveg kalda kveðir á því, skilur við. Hann er með pillur á því við tappbótt. Hann er basically að gera grín af mér. Er þetta gæðin á bumbunum þarna á myndinu eða? Er þetta prófálmyndinu? Ég veit ekki hvort sé hann veit að það er. Það er ólíklegt það. Þetta er þreytt, hann er að gera grín af mér, sko. Hann er 14 ára að mig. Þannig að 14 ára þessi gæði? Er þetta markastjóri þáttanins 14 ára? Og hann er að herma eftir mér í skap. Við erum ekki með háa launakostnað. Crap, hann er að pakka mér saman. Allaþrælkur er í gangi til þess að Já, hann er búin að vera að vinna svo gott mót á TikTok, sko. Það er peð. Fyrirmyndar. Takk. Ertu klár, Richard, í hraðaspurningar? Rétt. Það byrjuðu bara. Finnastu vinniðinn? Egill. Uppáhaldsstaður í fríi? Tenerife. Golf eða fótbolti? Aldrei aftur. Aldrei aftur að horfa á fótbolta eða aldrei aftur að spila golf? Aldrei aftur að horfa á fótbolta. Uppáhaldsmatur? Pizza. Uppáhaldsdrykkur? Bjór. Skák eða borðtennis? Borðtennis. Besti fótboltamaður sögunar? Messi. Besti fótboltamaður sögunar á Íslandi? Fuck, þessi er góð. Já. Besti fótboltamaður sögunar á Íslandi? Egill Smári Guðjónsson. Egill Smári Guðjónsson. Uppáhaldsúsastöð? Útvarpsstöð? Föður? Já. Hann var líkur sem stóð þessum hitti, það var vel gert. Það er ekki alveg verið. Herru, gifta svo hjá drepa, efni í blöðabrósar.
Send út í sveit, skulum við hafa. Já, ég myndi nú svara þessu áður, held ég, en sko Kannski sagði þú breytast? Mögulega, nei, ég sendi Stoney alltaf upp í sveit. Já. Ég hef alltaf gert það, þú veist, því að ég tengi minnst í Stoney, ég elskan samt. Elskan þetta lífinu? Já, en við höfum engin áhugamál, engin sömu áhugamál. Nei. Hann er töluleikjafíkill, hann er sóði og drastlari, sem ég er ekki. Ég er fáránlega hérna... Þeir eru báðir góðir streamerar, það sést. Já. Peðið það? Riddari. Hefur tekið eftir hann er ennþá að herma eftir þér? Já, vandræðalegt. Ok, hann er í síkó. Ok, Steindir í sveitinni. Steindir í sveitinni, sko, ég held sko upp á bara það, ég held að ég myndi alltaf, ég held að hjónabandi myndi ganga best í mér og Blöð. Já. Ég held að ég og Blöð séum svona, við erum mjög svipaða týpur, við erum rosalegir keppnismenn. Við dýrkum að horfa á boltan. Syngja og tralla. Syngja og tralla, við erum miklir svona, við erum hvatvísir menn, við erum sérstaklega svona in the moment. Já. Njóta, við elskum golf báðir. Eina ástæðan fyrir að ég myndi velja Blöð þegar við getum spilað mikið golf. Við getum ferðast allan heiminn og spila alla golfvelli heims. Af því að Gilsen, hann getur ekki sveifla kilvu, sko. Nei. Ekki nema þú hafnabolta kilvu, sko. Ok, þá ætla ég að því að þú ert búinn að svara þessari, þú ert ekki búinn að svara þessari næstin uppbyr. Gifta svo ég að drepa Mike Höfðinginn á Dag. Wow. Dag. Takk. Segðu bara takk. Nei, ég geti þetta ekki, sko. Þessa get ég ekki. Þú ætla bara að segja pass? Nei, sko, fokk. Upp í sveit, ég sagði aftur drepa, já, upp í sveit. Hvað er ég að gera? Þú tókst nú sambandi, sko. Biskup. Það er biskup aftur. Þetta er riddari. Þetta er riddari. Biskupin er hér. Já, takk. Bishop. Já. Nei. Já, þú ætlar að fara með rétt, B5, já. Nei, ekki þarna, þá drepur hann. Þarna, já. Tjúvill er í tjátt hann að segja það. Já, hann er það. Hérna, ok, sko. Eina ástæðan fyrir því, þú veist, þetta eru allir snillingar. En ég langmest í sambandi við Mike og Stjána á þessum þremur. Wow. Langmest. Já, ok. Svona er það bara. Já, við vorum, ég og Hjörvar vorum alltaf saman á hverjum einasta degi í brennslunni og stórkostlegur tími. Maður heyrist ekkert en ég tala við Mike og Stjána báða daglega. Já. Hangi með Stjána daglega og hangi mikið með Mike. Já. Mike, mikið fyrir að bjóða mér í þáttinn til sín sem ég kann alltaf mikið að meta. Þannig að Hjörvar þarf að henda sér upp í sveitina. Ok, ætlar að giftast Mike-aranum með það? Það væri gott hjónaband. Nei, málið er það. En hann tuðar svo. Sko, Mike er sexy, hann er grikki, sko. Ok, hann vilt svo að ein góð nótt með Mike-aranum er góð. Já. En ég myndi alltaf giftast höfðingjanum. Það er líklega fyrst að ég hugsaði það. Sko, þetta var auðveldasta val af öllu af þessum að giftast höfðingjanum. En höfðingi deðar alveg mikið. Nei, sko, ég hef alveg gaman að Stjána. Það er illa gaman á hann kemur með skemmtilega punta og hann kemur með skemmtilega komment og ég hlæ og bara út á golfvelli. Þeir sem segja Stjáni sé eitthvað svona, þeir þekki ekki Stjána. Stjáni er snillingur. Já, það ekki? Jú, það er mjög skemmtilegur. Ok, þannig að þetta er, já. Einmitt að fyrst að ég hugsaði að Mike lappaði inn í stúdíu og hugsaði ein nótt með honum. Mike-arinn líka með mjög hráan kynþokka, sko. Já, það málega. Já. Halda margir að Mike sé ekki en Mike-arinn er vel, sko. Hann er ennþá að herma eftir þér. Já, kallaði hvað. Þetta er villa vandræðalegt maður. Sko, ok, núna, Richard, ætla ég að segja biskup. Það er Richard Hróker en hann segir Sam. Já, stórt. Hann er bara hann fucking endurfættur Magnús Carlsen. Hann er búinn að... Hinn biskupinn. Biskupinn, takk. Dreftu P, takk. P, takk. Sæði, nú ertu búinn að koma út báðan Richard báðan biskupinn og Hrókera. Ámdi ég telja þig mellifæðan? Ég ætla að segja sko, ég er að fara núna röllt út í tóbaksbúðina Björk. Já. Richard er að fara að rúlla einu upp hérna bara eftir. Svo ætlum við að reykja hana saman eða hvað? Já. Ok, núna... Ok, þau eru náttúrulega með nákvæmlega eins stöðu. Já. Nefn að þú ert leik á undan. Já. Ég ætla að segja núna bara peð. Já. I like it. I like it. Þetta eru bestu framfærar og einn styrn... Ok, hann er ennþá að herma eftir þér. En þú fengir ráða, hvað myndir að gera hana? Já, ég mætti ráða. Já. Þá dreipur hann drottningur hérna, ef þú hefur hérna. Ok. Sko, hann er náttúrulega hóta riddarann þínum á C3. Hérna?
þetta er F3, hinn rittarinn þarna. Hann er hótað að drepa með peðinu. Ok. En þú ert náttúrulega hótað að drepa hans. Þú gæti drepið hans rittara núna með peðinu þín og Hérna? D5. Með peðinu. Hérna? Já, gerðu það bara. Hérna? Já, ég segur þér stundar. Sjá hvað hann eldir í langt, sko, því að hann gæti lent í vandræðum núna. Ef hann heldur áfram að elda. Ok, hann er ennþá að elda. Sko... Reytu gæði maður, wow. Hann er dálítið að pakka það saman, en það... Okay. Ég segi þetta peð fær bara alla leið fyrir borð. Já, ég segi peð. Hérna? Þrettu. Wow. Þú veist hvað gerist ef að peð fær alla leið fyrir borð? Er ég þá búinn að vinna það? Nei, það farið drottningu. Það er svoleiðis? Já, dref mér á hrók. Þrettu. Dreftu? Þrettu rókin? Hérna? Já. Það er drottning tag. Wow! Já, wow. Ok. Queen Richard! En hann fengst drottning líka. Þú voru að drepa drottninguna hana. Hérna? Hérna. Já, og með hverju ger ég það? Drottningunum þinni. Nei, Já. Hérna? Já. Sjáðu. já, menn það, Richard er að fara fokki vinna. Ok. Dreftu núna. Rittar hans hana. Já. Sko. Það er að hitt í kólunum hérna. Besta við, ég get ekki verið spenntur af því ég veit ekkert hvað er að gera, sko. Hann átti en leik, Ok, sko. hann drepur líka þarna. Ertu að segja mér að þessi rassus vinni mig ég samt alltaf á undan hún? Hvernig getur það verið? Hann er ekki Það er ótrúlegt að staða sér ennþá eins, sko. Já, þú veist, ætti ekki alltaf að vera undan af því að ég er að gera undan og hann er að herma eftir. Jú. Og það ekki að pakka hann saman. Þú ættir svona undir veðlökring sem var að gera það. Akkur er ekki að gera það? Auglýsing fyrir skákina að sé hægt að leika bara 20 og eitthvað leiki og það vera nákvæmlega eins. Fuck. En nú reynir á ykkur, þið kunnið þetta. Já, ok. Ég er að vera sem ég pirraði núna, sko. Ég veit ekki það, ég hef aldrei lent í anstæðingum hent eftir mér í hálftíma, sko. Þarna, dreftu bara drottning Já, það ekki. Dreftu bara Hérna. drottning Já. Já, ok. Heyrðu, hann getur ekki hent núna. Nú. Ok. Hann drepur og, þú veist, hreyðu bara, oh my god, hvað þetta er leiðileg staða maður. Þú veist, Segð mér aftur, er þessi gæði 14 ára? já. Shit. En hann samt vel, sko, Íslandsmeistari og okkar, sko. Já, ok, snöggsíður á mig maður. Herru, ok, hreyðu bara biskupið eitthvað. Biskupinn, Þetta er rókur og Þetta það er rókurinn, einhvern annarkvæmt biskup. Þetta er, Nei, já. biskup. Við skulum bara máta hann. Ef við ekki bara leika biskup H6, hinn biskupin, Hérna, já. hérna. Já, flottur hérna. það er gert. Ok, hvað gera núna? Sko. Og hvað nú? Hann er ekki búinn að gera það? Nei, nú er hann að hugsa. Nú er hann að hugsa. Þetta leist. Er ég að láta Íslandsmeistar hann hugsa? Þetta er langt besta skákin í kvöld, so far. Já, ég er eðlilega, þú veist. Hann Hefur bauð hann að jafntefli. bjóða jafntefli? Já, tökum við því. Já, alltaf er þetta ekki einhver Íslandsmeistari? Jú. Já. Lappar yfir það. Ha? Herru, hann lappar ekki henn út með 0% skor. Nei. Það er ekki svoleiðis. Aldrei telt á æfi. Aldrei telt á aðeins. Já. Alveg punktur Íslandsmeistara. Takk. I'll take it. Þykk það. Já. Líkum langaði ég kalda núna, sko. Beittur fram að þig. Já, nei. Má ekki við því, sko. Nei. Herru, þarna, eigum við að fá hann til að lýsa skák núna? Já. Tökum við hérna Guðna Pál, mikill meistari. Ok, tökum einu viðbútt. Já, herru, Gunni, þú mátt skora okkur aftur. Hana 1 mínútu og ég ætla að tefla við þig. Nefna hvað Rikki ætlar að lýsa henni. Richard ætlar að lýsa. Guðni og... Svo. Guðni og Leifur, sko. Guðni og Leifur, býtu. Guðni og Leifur, ok. Hefurðu lýst skák áður? Nei. Ég held að þú verið ekki að grínja, sko. Nei. Af hverju er það ekki Menn komir í Safa og svona, sko. Já. Nei, ég sko, ég hef náttúrulega hort að skák, ég skil samt ekki neitt, en mér finnst eitthvað róandi við það. Nei, sko, ok, þeir eru með píluna á Stöð Sport. Erum við klárir eða? Ok, við erum klárir. Á, Leifur hendi piðinu hérna beint upp í miðar, fljótur að svara, það er komið 2 peð, beint í borðið þetta, og rókur, þetta er ekki hvað, rókur er komin þetta á pið, þetta er allt og rætt, þetta er bara mínúta, drottningin hérna, og þetta er búið að drepa fyrsta gæðan, drottningin hérna, og það er 2 peð fyrir miðju, og kemur þetta alveg einhver rókur, aftur rókur, piðan draf rókin sinn, þetta er með reynum ólíkindum þetta, og það er alveg peð komið þetta, þetta er svakað drottningin, hún er komið fremst, og annar drottning komið fyrir miðju, og það er að mætast, svo kemur ykkur riddari í þetta, hann ætlar að taka drottninguna, kúkurinn, hann er mættur til liðar. Shit! Ég hef aldrei við það leið, sko. Ég held að
kallið að þú var að rífast. Nei, ég held ekki aldrei slefa jafn mikið með henni, sko. Þetta var rosaleg! Gráta, sko. Shit, man! Ég stressaði svo upp, ég var bara... Já, Leifur, hvernig var þetta? Ég var alveg... Þetta var þetta vel gert. Jesus! Ok, en já, Stötu Sport, þeir eru með píluna. Já. Og þess vegna ég átt pælti, þeir eru ekki með líka heimsættumóti í hraðskáði eða eitthvað. Það væri alveg spennandi. Ég meina að þú veist, Stötu Sport er bara þannig stöð. Við viljum bara alltaf vera fremstir á íþróttasviðinu. Við viljum færa þjóðinni. Ég meina við höfum verið besta sætið í ansi langan tíma. Það er ekkert að fara að breytast. Og ég meina við komum með píluna og við erum búin að koma pílu áhuga bara inn í þjóðina því þetta er ógeðslega skemmtilegt sjónvarp. Það er svo gaman að horfa á þetta. Og bara í kringum jóla áramót, þetta er bara hátíð. Það ekki? Ég er bara sitt limdur við þetta. Ég kunni ekkert í pílu, ég kann alveg reglurnar í pílu bara með að fylgjast með þessu. Þannig ég myndi segja, fyrir svona sökkurinn sem það kemur svona heimsmeistarmót í hraðskák og það væri alvöru lýsari. Algjörlega. Þá myndi ég læra. Ég er að segja það, sko. Þannig já, ég myndi ekkert útiloka eitt eða neitt. Nei, en segðu okkur eitt annað. Þú ert dagskrárstjóri í F97. Já. Hvernig byrjaði þetta ævintýrið þitt og hvernig er stiginn búin að vera? Sko, Takk fyrir leikingunni. Ég yngri, sko þegar ég er 9 ára, þá ætlaði ég mér bara að verða, þú veist, eða svona 10 ára, þá ætlaði ég mér bara að verða íþróttafréttamaður. Þannig er ég fann að líta rosalega upp til bara, þú veist, þannig Gaupi, Valtarinn, sérstaklega Valtýr, leit náttúrulega rosalega upp til Valtýrs á sínum tíma, Bjarni Fel. Þarna var ég bara farin að fóra út í garð í lokuðu portiða sem bergmálaði mikið í Hraunbæ 190. Þar var ég bara farin að lýsa sjálfum mér. Það var draumurinn from the start. Það var að verða fréttamaður eða lýsa fótboltaleiki. Það langaði mig mest. Verða svona, missa mig inn í leiknum og svona. Þannig ég var farin að æfa mig askoti snemma þar. Síðan einhvern veginn svona breytist þetta svona á unglingsárum, þá byrjar svona útastöð í skólanum. Árbæðarskóla, kallaðist út á Sæli. Rikki, já. Hvað er öðruvísi við stöðuna núna? Þetta er 3 minna sko, það er óstutt. Já, en allt í lagi, sérðu það? Hvað er öðruvísi við stöðuna núna? Já, stöðuna. Já. Er ekki eitthvað skrítið? Er ekki eitthvað skrítið? Æ, hvað í andskotunum ráðum að gera? Er eitthvað skrítið? Eru búin að hreyfa eitthvað varðandi mannganginn fyrir neðan peðin? Ég sér ekki bara, þú veist, kalla þeirra á mjög skrítið stöðu. Já, akkurat. Þú ert leik núna? Þeir eru ekki svona byrjanreit. Nú, ok, akkurru. Hann er að tefla ykkur og svona, hann er bara trálaði. Já, hann er bara að stríða þér sko. Ég ætlaði mér mjög ungur að verða í þessum bransa. Pabbi reyndi að gera mig að múrara, ég slakast í iðnaðarmaður á Íslandi, sem betur fyrir fór ég ekki að læra múrinn. Þú sagði okkur sorgarsöguna fyrir þátt, ég ætla nú ekki að reyða henni fyrir gesti. Nei, basically það er ekki til mér auðmikinn í að þeir kemur að bara svona að vera handlæginn. Ég þurfti að fá mann heimtíma daginn til þess að bora upp mynd. Þú verður ekki mikið mér auðmikinn það. Festi ekki rauðspjötur á konunni fyrir þetta? Nei, hún er bara búin að sættast við þetta. Styrkleika minni liggja á öðru sviði. En í útvarp kem ég 2003, aðeins 18 ára gamall. Varstu búin að grefja þinn eins og blöðarinn eða? Ég var búin að liggja vel á manni sem heitir Brynjamál. Já, kóngurinn. Já, hann var... Brian Eccleston. Já, hann var þá með Stereo 895 sem breytti sér í Kiss FM 895. Ég fer þangað og svo er ég svona eiginlega höndaður yfir á FM 2003 í október. Já. Október 2003. Já. Og þar hef ég eiginlega verið allar götur síðan, 18 ár. Búin að taka allar vaktir sem hægt er að taka á stöðunni. En tók við sem dagskrárstjóri eftir að hafa verið búin að vera í 10 ári starfi. Sóttur eða varstu búin? Dagskrárstjóri stöðan. Það var eiginlega bara svona, ég er svona svo mafía að bara koma með mér í röðinni. Það málega? Já. Það var bara... Þú bara þakkaði tröstið. It was my time. Já. Þakkaði tröstið og... Sko mafía er alltaf leiðilega, þannig að maður lendir sjálfur í. Það var bara komið að mér í rauðinni og ég fekk tröstið. Jú, það hefði svo sem verið hægt að ráða hvern annan en sá sem var yfir þá á sínum tíma hafði mikla trú á mér bara og ég er búinn að stýra dagskrárstjóra á stöðunni síðan í ágúst 2014 og ég er búinn að vera ansi lengi í einu. Dagskrárstjórar FM hafa yfirleitt ekki verið meira en svona kannski 5 ár. Þannig að komin heldur hár starfsaldur á mig varðandi það. Og þú ert ekki að fara neitt? Ætla mér það allavega ekki. Ég hef ennþá brjálæðslega gaman að þessu og ég hef ennþá brjálæðslega mikið metnað og FM er bara svona stöð sem þú getur farið á
þar sem hún vill bara losna við allt töð, leiðindi, bara fara í góða, jolly tónlist og bara skemmtun og gleði í loftinu. Þetta er ógeðslega einföld uppskrift. Við erum ekkert að reyna, við erum heldur ekkert að reyna að búa til eitthvað nýtt. Við erum bara létt með þetta stöð og við erum búin að vera eins síðan að stöðum var stofnuð 1989. Og það er heldur ekkert að fara að breyta, sko. Og ég meina, þú veist, maður sér fullt að heita á FM, og sérstaklega á Twitter innan ákveðins hóps. Og það er bara í góðu lagi. Þetta er ekki allra. Nei. Og þú veist, verður aldrei þannig. Og ef maður yrði allra, þá er ekkert gaman að lífinu, sko. Nei, þá maður líka bara að gera eitthvað átt. Það er bara þannig. Það er mjög góð punktur. En ég get alveg orðað þannig, sko, þú varst að tala áðan að your haters, þeir voru síkert að trallandi helgina. Þeir eru núna í holu. Þú mættir þarna, gerir jafntefli í Íslandsmeistara. Já, ég tek það með mér á kottan í kvöldmaður. Það ekki? Já. Þvílík veisla, ég nefnilega, konan spurði hvert ég var að fara, ég var að vera podcast og hún spurði hvernig podcast ég... Já, Skák podcast. Skák og hún spurði bara hvort ég væri að reyna að finna afsakandi til þess að vera ekki heima hjá henni. Já, það er þetta frábært punktur, sko. Sko, þú tapaði þessari skákreindar, sko, í 3 leikjum. Já, þetta var bara abandonment. Já, því þú fjælst, sko. Nei, hann yfirgaf skákina sér, tíminn kláraðist ekki. Gæinn er bara, Richard er bara komin í síkó eftir. Já, hann er búinn að ná búnti. Ég er sáttur. Það ekki? Já. Ég er búinn að hella upp á kaffibolla fyrir hann, rjúka þetta á körninni, sko. Kaffi og síkó. Já. Veit ég hvort margir tóku eftir, en það var í bakgrunnum á myndinni fyrir thumbnailinum fyrir þáttinn, sko. Var kaffi og síkó? Kaffi og síkó, sko. Já. Fyrir þá allra glöggust. En það... Hvað ertu að vinna marga bolla á dag? Málið það, ég er lítill kaffikall. Ég er eiginlega ekkert í kaffi. Bara síkó? Nei, ég reykti einu sinni, ég viðurkenna. Ég reykti og ég næstu ég byrjaði aftur að reykja, ekkert svo langt síðan. Þá var ég búinn að reykja í einhver, 10 ár. Já. Og ég og Öddi fórum í golfferð til Búlgaríu. Og ég var svo ógeðslega peppaður að fara til Búlgaríu. Ég gleymdi að kaupa mér, ég tók í vöruna þá. Já. Ég gleymdi að kaupa mér tóbak á leiðinni út, sem sagt neftóbak. Já. Og þegar ég kem til Búlgaríu þá er ekkert neftóbak eða snus þar. Nei. Þannig ég þurfti bara að kaupa með kartón af Marlboro Lights. Eldgamla, yes. Við vorum í viku og ég reykti kartónin. Já. Og ég hélt svo innilega að ég væri fallinn aftur, sko. Og hvernig var þetta þegar þú komst heim? Herru, ég gat hægt. Þetta var bara, ég hugsaði bara svona erlendis. Þú hugsaði líka, ég er ekki að fara að vera fyrir framan vinnuna í sín. Nei, nenni því ekki, sko. En aldrei hef ég verið kaffekall, en ég er mikill koffínmaður. Já. Ég er bara mest með svona að vinna bara með pre-workout, ég er mikill pre-workout maður. Byrja því alla mótna því ég kem niður í vinnu. Já. Ég sofna yfirleitt alltaf seint og vakna alltaf eitthvað um 6-leytið. Já. Mér er aldrei að vinna með svona 4-5 tíma svefn á bakinu. Þannig ég keyri mikið koffín í mig. Já. Ekkert endilega frábæra auglýsing fyrir heilsuna sem ég er að taka þetta núna. Ég mæli ekkert endilega með því og keyrir í koffín og svo í 4-5 tíma nætunar. Nei. En þetta er allavega núna. Mér er svo áhugavert. Talar að svo í 4-5 tíma að keyra á koffinni, svo talar að sólarhringur hjá þér sé bara eiginlega fullur, sneisa fullur, bara hefur ekki klukkutíma í deginum. Nánast ekki. Hvernig er dagurinn frá því vaknar frá því að leggst á kollinu? Sko, bara ef við tölum ekki núna er bara svona aðeins öðruvísi árferði. Ég er í smá framkvæmdum í vinnunni, varðandi útastöðun og svona, þannig þetta er ekki alveg að marka það. En í svona venjulegum degi þá er ég bara vaknaður, ég vakna bara, ég stilla alltaf klukkuna bara alltaf sama, 5:50. Þá stilla ég klukkuna. Klukkuna still 5:50. Ég vakna, en svo setja ég hana í 6:10. Tek 20 mínútur uppbót, en snúsa bara einu sinni. Snús í 20 mínútur, svo hringi klukkan upp. Beint inn á bað, inn á heitar flísar, busti með tennurnar. Ég busti í svona 2 mínútur, tek tungun og allt, kveiki allt bara, þú veist, eins mikið og ég get, horfi hans upp í ljósið. Já. Og svo bara klæði ég mig, fer síðan fram, tek með mér einn Nocco eða Ripped úr ískápnum, út í bíl, kveiki, set tónlistina frekar hátt, opna gluggann, reyna að hafa bílinn frekar kaldan. Já. Keyri í mig og mættur svona kannski, þú veist, ég er bara mættur rétt fyrir þátt. En það ekki? Jú, þú veist. Og við erum klárir með allt fyrir þátt, hvern einasta þátt á hverjum einasta degi. Já. Og svo bara opnar maður fyrir mækinn, þá maður bara... En hvernig er það fyrir að delivera 5 daga vikunar alltaf? Þetta er 15 tímar og það er... Ertu ekki stundu bara, hvað segir? Oft erum við bara, þú veist, við erum með svona chat, bara svona, hvað eigum við að vera með á morgun? Þú veist, erum við búin að tala um þetta? Höfum við ekki mátt að tala um þetta? Af því oft í svona morgunþáttum og svona, það er svo rosalega mikið loyal fans sem hlusta alltaf. Þannig við þurfum að passa okkur, við erum búin að tala um þetta, við getum ekki tekið þetta aftur. Nei, einmitt já. Þannig að, þú veist,
eins og þið geti ekkert verið með mig aftur í næstu viku og tala sama hlutin sko, af því að þið eru með lojal áhorfendur og eitthvað svona, þannig að þetta svona svipum með okkur, þannig að við þurfum alltaf að reyna að finna eitthvað nýtt, þannig að þetta alveg meira en að segja. Svo þegar ég er búinn í þættinum kl. 10, þá förum við bara að setjumst niður, förum bara svolítið yfir hvað var gott í þættinum, hvað er mögulega að vera með á morgun. Hvernig sjáu þið hvort að þátturinn gengi vel eða ekki? Í hvað tölum við það? Finnum það. Okay, við finnum það fyrir að fyrsta þá finnum við það. En enga cold hard stats? Jú, auðvitað. Það eru cold hard stats. Það eru mælingar. Hvernig sérðu þið ef ég er í bílnum mínum að keyra? Veist þú ef ég stilla á FM og... Málið það að ég segi eitthvað ræður útvarpsstöðvum á Íslandi sem er rosalega gallað og ég er rosalega mikið á móti þessu. Það eru svokallaðar PPM-mælingar sem er svo gallað að það er engu lagi líkt. Af hverju? Jú, það eru kannski 300 manns sem fá eitthvað svona digital mæla á lyklakippinu sína eða eitthvað og þeir mælar nema hvað þeir eru að hlusta á. Já. Og þannig kemur prósenta. Og pældi 300 manns af kannski 360.000 manna þjóð segir hvað er margir að hlusta, þetta er 300 manna kurva, þú veist ekkert hver á bakvið þetta þannig. Nei. Það er galið. Þú veist ekkert hvort það hafi einhver sem hlustar á FM og er í því mengi hafi áhuga að vera með þetta á lyklakippinu sinni, sennilega ekki sko. Nei, ok, já, þetta er merkilegt. En við mælum, FM mælir mikið bara eftir nethlustun. Við erum langstærsta samfélagsmiðlum, FM er bara, við erum bara, þú veist, aðra stöðvar eru bara nánast taldar samanlagt á móti okkur einni. Já. Í varðandi fylgjendum á Twitter, Instagram, Facebook og við fyrir mikið í nethlustani, það eru á bilinu 60 til 100.000 mann sem hlusta hvern einasta FM 95 blöðþátt. Þú ert basically að segja að það eru hotn á FM 97, þú veist, þeir eru geti, bara í leiknum. Já, takk. Takk, já. Já, hinn er ekki breyk. Takk. Já. Það er staðan. Og er ekki bara að fara stækkandi eða? Ég meina FM er bara vörumerki sem er hérna búið að vera til í 32 ár núna í júní. Já. 13. júní er FM 32 ára. En þú ert ennþá bara í hádeginu, þú veist það? Hvað segir þau? Þú ert ennþá bara í hádeginu, þú ert eftir að... Já, svo bara erum við að tala saman, svo erum við svona að plana og svo fyrir ég í músíkina því ég er líka með tónlistina á FM. Þá fyrir ég að kíkja hvort það sé að gerast eitthvað erlendis. Ert þú maðurinn á bak við allar tónlistina á FM? Núna í dag, já. Þá sé ég tónlistina. Okay. Svo sketsuleira ég næsta dag músíkinni og sé hvort það sé eitthvað nýtt sem þau keira þar og eitthvað þannig. Já. Keiri það inn. Svo reyni ég að komast á æfingu. Já. Borða góðan mat. Svo reyni ég að komast heim í smá chill. Má ég skjóta aðeins inn í, grípa þennan bolta á lofti. Ég ætla að koma með smá pillu. Hérna, mér finnst útvarpsstöðvar alltaf svolítið lengi að koma með ný lög í spilu. Það er ekki rétt hjá okkur. Við erum yfirleitt með strax. Bara strax? Já. Það var bara að koma lag út núna bara daginn bara með, þú veist, þegar Justin Bieber gaf út bara við settum þeim samdægus. Já, það er svoleiðis. Okay. Ég held nefnilega, ég veit hvað Leifur er að tala þetta er búið að lagast rosalega mikið. Já. Þetta var í gamla daga, þú veist, þá maður kom ógeð einhverja lagi þegar að byrjaði útvarpinu. Já. FM er þannig stöðu, þú veist, ég meina aðra stöður í kringum okkur bíða aðeins og sjá hvað lögin gera. Já, það var seint. Já, en þegar við, þú veist, þetta er svo, þú veist, útvarpsmengi er svolítið öðruvísi, hvernig þú hugsar útvarp. Já. Ég vil hugsa útvarp af því FM á að vera þannig við höfum að þjóna ungu fólki. Eldra fólk má líka hlusta á okkur, en við eigum alltaf að vera current og þegar ég segir current þá er alltaf að vera í deginum í dag, við erum alltaf að vera í núinu. Já. Alltaf það nýjast og ferskasta og ef það kemur nýtt lag með Justin Bieber þá ætla ég eða eitthvað þannig, já, ég setti það langt á undan. Ef það er eitthvað lag sem ég held að virkið ríka tilfinning, ég veit bara að Justin Bieber er að koma út, ég þarf ekki að bíða í 12, 13, 14, 17 daga til þess að sjá hvort það verði, ég veit það bara. Já, þetta er fokkin Bieberinn, þú veist það bara, já. Það er bara þannig. Ok, þú ferð á æfingu. Já, svo reyni ég að komast heim. Ég reyni að komast heim í smá andrými, reyni síðan að vera aðeins með dóttur minni þegar hún kemur heim á leikskólanum. Svo fyrir ég bara beint í undirbúning fyrir að svara póstum við Ingo og hans bókanir og annað. Síðan fer ég í undirbúning á leik sem ég er að fara að lýsa, sem er svona 1,5 klukkutíma áður fyrir útsendingu. Þá er ég bara að gera það heima, er að fara í liðinu og eitthvað svona. Lýsa, komin heim svo kannski 9-10 á kvöldin. Jesus, ef þú ert ekki skák podcasti. Já, kvöldin. Þannig já, þetta er dagur minn byrja 6 og er uppbúin svona í kringum 10. Hvernig er sko, þú veist, af því að þú ert að lýsa, ég hef oft pælt í sko, þú veist, hvað eru leiðinlegustu leikirnir sem þú lýsir? Þú veist, eins og ég hef oft hugsað þegar ég hlusta á að vera að lýsa bara einhverjum miðjumóðslægi Premier League, bara hvernig, nenni, Ég reyni alltaf að... Bara að velja að leikja það? Nei, ekkert svoleiðis. Nei. Og ég meina, þú veist, þetta er þannig, þó ég elski að lýsa og svona, þú veist, þá er þetta náttúrulega fyrst og fremst vinna. Og þú ert að skila vinnun alltaf vel frá þér. Já. Mér er alveg sama hvaða leik ég er að lýsa, ég reyni alltaf að koma fram við hana jafn mikilli virðingu og ég myndi koma fram að einhverjum Þú ert bara að fara í þetta og þú sýnir bara þeim sem er að keppa og þú ert að lýsa og þetta er í beinni útsendingu, fólk er að borga áskrift fyrir að horfa á þetta, þannig ég reyni að nálgast verkefni á sama hátt. Ég aftur á móti
til þess að reyna mögulega stuð ekki eitthvað sem að sitja heim og það rólegt í gangi þá reynir ég ekki að vera eitthvað ofur peppaður þá reynir ég bara að vera svolítið rólegur og fylgja því sem í gangi í leiknum passa það og ef að leikir eru alveg steindauðir þá kannski oft gleyma sér ok, ég var kannski aðeins og rólegur líka sjálfur en það bara einfaldlega var ekkert í gangi og mér fannst ekki það hæfa sett ekki neða framvöld og það ekkert í gangi ég reynir svolítið að fylgja bara það sem í gangi í leiknum af því að ég fæ þetta beint í æð því ég er tilfinning að vera þú mögnu þeirra ok, kælaði sömuleiðis það með að auðvitað kemur fyrir að maður leysir leiðilegum leikjum þá tekur maður bara á því reynir að koma með eitthvað skemmtilegt og reynir að hendin einhverjum þú veist nýttnum brandara eða eitthvað bara þú veist maður reynir að gera útsendinguna eins góða fyrir aðilann sem heima að horfa ég var að vona að kóngurinn FM myndi fá leikjalistan fyrir hvern mánuði sem segja þarna er ég það er ekki svo leiðis ég meina þú veist Gummi Ben ekki eins og þannig líka nei Gummi Ben hefur líst alls konar trúðuleikir já ég meina þú veist Gummi Ben bara þú veist við fáum bara plan ég meina við erum bara með yfirmann og það er bara plan þetta myndi henda Gumma henda Rikka Gaupi Henry bara whatever bara leikir og við bara tökum þetta bara jobb bara verkefni sem það er að vinna við erum allir íþróttafíklar og elskum að vinna við það sem við erum að gera og við erum að vinna við að til ánægð með pappan hann er búin að móka skurði sem við byrjum í þessu podcasti við það að snúa myndaðalegi bara að sína pappa því líkur klukkan er að vera 11 og hann er ennþá að móka eitthvað skurði út í garðið þetta er svo allra elsti þessi skóli það er ein lok við erum 5 mínútur eftir þessu þætti og þetta er spurning frá þetta er 4. spurning í kvöld og Kristján var að leikmanni Gróttu og það er spurning hversu mikilvægur er FNÍ blöð fyrir FNÍ 7 hann er bara svolítið frábær spurning og þetta er rosalega auðvelt svar FNÍ blöð er náttúrulega bara verið flaggskip FMÍ bara ansi mörg ár ég meina þetta er bara okkar vinsælasta efni á stöðinni og við erum bara stolt af því og Öddi er náttúrulega búin að sinna þessu svo frábærlega og gera þetta algjör í maskínu að fólk mun tala þennan þátt eftir 80 ár þetta er þannig, hann verður í sögubókum þeir líka fundi í alvörun upp hjólið þeir bara í alvörunni gerðu það er bara þannig, þeir gerðu það þeir byggu bara til splungu nýtt konsept í útvarpi og það var ekki bara að tala um Íslandi, ég tala um út fyrir landstæðinu líka þannig að þeir eru bara mjög mikilvægir þeir myndi missa rosalega mikið með þeim þú veist ég gæti reynd að segja nei og reyna að vera svona í harri saminstöðu það er bara ekki hægt það er ekki hægt að segja því við myndum bara að missa heilan heldur og ég þekki á rétt að vita þeirra sjálfur líka sjálfsögðu og ég meina en ég meina það heitir samt ekki að þeir eru í einhverjum stælum eða eitthvað svona þeir elska bara að vera á FM og þeir elska bara konceptið sitt þeim þykir vænt það og þeir eru ekki komið með leið á því og af hverju áttu þá að hætta og hérna kemur ein loka spurningarna frá Jóni Jónssoni ekki það er reyndar ekki komið óvart eða sámeistari að vera að horfa á skákþátt sko. Nei, en hann spyr hérna sko nú að sem að Richard er yfirmaður FNÍ blöðprósa ætlar hann að redda einhverjum með þeim í næsta Chess of the Dark þátt þetta er Jón Jónsson þetta var Jón Jónsson að spyrja því hvern vil ég fá? stórt spurt Jón Jónsson, hvern vill þið fá? Kann ég hérna komendur upp í dagis? Hvað segir Jón Jónsson um það? Hann segir Alla þrjá en helst Nei, sagði hann ekki takk í lókinu? Hann sagði, mér er eiginlega bara hver verður betri Já, við skal bara fara í málið Takk Fyrir málið Jón, þú heyrir þetta? Herru, ég verð sko, ok, áðurum við slóttum ég verð bara að hrósa Richard fyrir í fyrsta leik hann útláð skemmtilegun í öðru lagi gæinn labba hérna út með jafntefli á móti Íslandsmeistara og kann núna skap Já, ég bara, hann mætti inn og sagði, nei, þetta er biskupinn, þetta er rittarinn ég þekki orðið nöfnin á staflmönnunum og ég gerði ekki því komið finnur ekki líka hvað þú strax orðin betri Já Sko Hældi ég að maður myndi fylgjast með þessu bara í sjónvarpi og byrja bara að læra þetta ég þarf eiginlega bara að taka smá strím með ykkur í einhverjum kvöldum og þeir bara kenna mér þetta áfram Og Richard, þegar þið takið háa mér hafskák þú veistu hvernig þetta heyri til að lýsa Takk Við þrír syngja tralla Takk Herru Er ekki flott í leiði? Já, þvílíkt kvöld Takk hérlega fyrir okkur í þetta Ríkard, takk hérlega fyrir komuna Þvílíka veislan í kvöld Já, takk fyrir okkur